Aqua Walder is sponsored by Damas Ponderes. Sponsored by Damas Please visit Damas Ponderes for all your real estate needs. If you are looking to buy real estate in Blondos or the Hovedberger Svide, please visit Damas Ponderes. You will get so many house. You will get so much house. If you want pretty good houses, If you want the best houses you have in to go Blondos to Damas Ponderes. or the Hovedberger Svide, Hovedberger Svide. then you gotta go to Damas Ponderes. That's Ponderes. Jú, verið allir hjartalega velkomin í 20. þátt okkar Ertu byrjuð að taka áhugavalda. upp Já, eins og þau eru búin að heyra núna þá hérna er þátturinn að sjálfsögðu í boði Domus.is fasteignasölu. Ég vissi ekki að vera að taka upp. Kjallan að taka upp, sko. Þetta er bara flott, bara endilega kíkja inn á Domus.is ef þið eru að leita fasteign eða ef þið eru að íhuga að fá verðmat eða selja fasteign. Þeir hjá Domus, þeir eru mjög persónulega og faglega þjónustu. Samt í alvörinu, Bestu þjónustuna, bestu. Okay. Ég myndi segja besta þjónustu. Bestu þjónustuna og Það fagsteignir. er bara Það er ekki betri fasteignir. Það er bara það sem ég segja. Þannig já, mann líður sko þegar maður er þegar maður fær aðstoð frá þeim þá líður maður ekki eins og einhverju sandkotni sko þegar maður er að standa í þessum fasteignamálum. Það er mjög gott að hafa þannig fólk með sér, strákar, það ekki? Það er það, Það er Anna mjög mín. gott, já, ég er svo sammála. Það er svo rétt. Ok, en mér langaði líka bara að benda ykkur á Facebook síðan hjá þeim. Þeir eru mjög virkir, þeir eru heila virkastir á Facebookinu. Þannig endilega followið Domus fasteignasölu á Facebook. Takk fyrir, Dómas fasteignasala. Domus.is. Besta fasteignisalan. En já, í dag erum við með gest sem hefur byrst áður í þessu hlaðvarpi. Það er hann Egill, litli bróður okkar. Egill, litla örverspið. Já. Gröðum. Það er þú. Velkomin aftur. Alveg gaman að vera þarna. Ok. Hvað segirðu, elsku grei? Elska? Elsku litli bróður minn. Litli bróður okkar. Það er svo fínt. Egill var með okkur í þætti 4, hann er ég þönguli sem mæli með bara þó ég segi sjálf frá ég tussu góð þáttur sko. Það er góð þáttur sko, já. Það er annar alveg ágætur sko. Það er þáttur allavega. En Já. Hvað segja hann að strákar? Þetta er 20. þátturinn okkar. 20. þátturinn? Það er fucking crazy sko. Það er actually fucking geggjað. Það er svolítið skrítið að hugsa út í það. Já, bara, þú veist, Andjós, þetta fór úr því að vera eitthvað pínlítil hugmynd, bara, oh my god, við langar til að gera podcast. Í það vera bara 20 fucking geggjað þættir. Já. Við erum fucking geggjað. Tooting our own horn hérna. Yeah, tooting our own fucking horn. Já, ég með samlega, þetta er mjög stafur mjög góð þættir sko. Besta podcast sem til er á landinu. Það er rétt. Það er rétt. Það er ekki betra podcast. Ok, ekki vera að trömpa mig. En hvað segir hann að skott, litlu bræður mínir? Bara helvíti fínt. Sólin er björt og fucking sólin. Og þunglindi burt. Bara allt í góðu. Já, það er bara akkurat andstæðan á mig. Já. En hvað segir þú, Egill? Er eitthvað að frétta, Egill minn kæri? Nei. Wow, þeir eru svipaðir. Ég er alltaf bara eitthvað jeppina, þeir eru bara eitthvað, það er ekkert að frétta sko. Er þetta svona gæja þeng? Hvað er þið segið? Nei, bara, þú veist, er þetta svona gæli þing að jappa og segja ógeðslega mikið og eitthvað og gæjar eru bara eitthvað, ekki spes sko. Það er ekki spes. Það er bara Ég meina, þú veist, hvernig búið að vera, þú veist að rifja túnin og eitthvað, það er svo skemmtilegt. Það ekki? Já. Fínt. Já, hring eftir hring á túnunum. Alltaf duglegur að slá þessi drengur. Duglegur að slá, út að slá engi. Út að slá engi. Ég fyrir að slá ykkur. Þessi var svolít. Egill Skallagrímsson. Ég er á langt burt til þess að dappa þig sko. Já. Við erum á langt ok. Langt komin. Like my youngus. Ok. Hvað er að? Ok, en á ég segja hvað að frétta hjá mér? Ég er alltaf eitthvað að frétta hjá þig bara. Já, ég er svo mikið að frétta hjá mér sko. Og ég segja þér að nýjasta Love Island-serían var að klárast. Ég er svo oh my god. Þið eru 30 ára sko. En þannig að ég er mjög hrygg yfir því að Love Island-serían var að klárast. Þannig nú veit ég ekki alveg hvað ég gera við lífið mitt af því að serían er búin. Já. Þú getur hort á til dæmis allt annað sem til er á streymisveitum. Heyrðu, ekkert svona. Mæli með, þú veist, þannig að Einhverju öðru. Mæli með einhverjum góða sjóseríum eins og, þú veist, ég veit ekki, Andor eða eitthvað. Sko, treftu mig. Ég er alveg Star Wars eða eitthvað. Já, Egill. Gunnar var að horfa á þetta Andor dæmi, ég var alveg bara, þú veist, þetta er ekki Það er einu bestu þættir sem er gerir. Top 10 þættir af all time. Ég veit eftir að sjá seríu 2. Ég drep þig, sko. Ég mun horfa á þetta. Hann setti líka að reynda að fá mig til að horfa á eitthvað Ahsoka. Þeir eru geggjaðir. Já, ég er búið með 3 þætti eða eitthvað. Ég nenni ekki að horfa restina, sko. Já, þú veist maður, það er náttúrulega deep Star Wars lore. Þetta er ekki neitt, Ahsoka, jú. Ég var að tjóka. Þetta er bara, þú ert að horfa á næstu í 7 seríur að Clone Wars til þess að... Að klámi?
Clone Wars. Já. Ég til í 7 sýru og klommi sko. Nei, ég er bara reitspeit ykkur strákar. Annars já, jú, ég var að passa hérna litlu frængunum mína í þessari viku. Já. Ég kendi að segja óvart fucking slay. Hæ? Já. Hún kann að segja fucking slay núna og hún segir eiginlega bara ekkert annað. Kann 2 ára frænkan okkar að segja fucking slay. Já. Og Loki, hún kann líka segja Loki slay. Loki slay. Og oh my god, og hellpep. Hún kann öll þessi orð. Já, og svo hérna, í ekki svo góðum fréttum, þá datt ég á hausinn í vikunni. Nei, sko. Þetta hlæðan að gera því. Nei, Það fyrir alvarlegt, sko. Nei, krakkar, ég hef aldrei lent í þess kjánalegu fokki shiti. Ég var að fara út á klóstinu með svimaði svolítið, sko, rann á sokkunum og bara hnakkin beint í fokkin hurðarkarminn og Ég hafði áhugur, sko. datt út í einhverja 2-3 sekundur eða eitthvað en það var ógeðslega vant, ég nú 2 kúlur á haustum er ógeðslega illt í fokkin 2 kúlur í vasanum. Ok. Nei, alls Mér er gett illt samt í það er eins og ég sé mér svona hálsrík mér er ógeðslega, já Það fara bara til Kíró. Chiropractor. Nei, mér er actually vísa frá því að fara til Kíró. Já, ég var líka að grínast, sko. Já. Þú vilt bara, já, þetta er betur núna. Já, þetta er bara 300 skall. Ari er með svona specific hate á kýrópraktora. Ég er ekkert heit, þetta er bara, þú veist. Já, ég meina, þú veist. En ég meina, þú veist, Þetta er bara dömm með eitthvað, þú veist. Já, ég meina, þú veist, þegar ég var ekkert hjá MS-júkkunum minni að tala um eitthvað svona vöðvabólgu og hún var bara eitthvað, já, ekki láta það braki í hálsunum að þér. Mænan er náttúrulega þarna og eitthvað, þú veist, og ég bara eitthvað, já, ok, gott að vita. Já, það náttúrulega bara er stór hættuleg. Það er fokkin stór hættuleg, sko. Og ég er líka að meina þetta er bara fög. Þeir koma bara, já, andaðu inn og andaðu þú veist, takaðu úr hálsli og fokkin, þú veist, næstu drepa þig í leiðinni. Swear I feel coming. Ég finnast að mymbad known to man þegar Hanna týnduði mér. get low quality Ég elska Egil. Það er svo gott að Egil. Ykkur frenni sem er á chiropractor og þú veist Kræpa sér, that's what I feel come off your neck og þú veist Wow, er þetta svona Gen Z humor sem ég skil ekki? Já, svo kemur Dark Souls death screenið eftir það, þú veist. Það er funny as fuck sko. Það er fínt að Egil sé þetta að fattar einhver brandarana sem þú ert að Nú gera. get ég vitnað í tölvuleiki og Ef eitthvað. einhverjum myndi horfa eða spila eitthvað þá myndir kannski fatta Spila hvað? Myndi kannski horfa á eitthvað annað heldur en Love Island Já, ég er ekki fara að gera það sko. Þú getur glemt því. Nema Survivor, það er skemmtilegt þetta líka. Ég bara skil ekki hvað. En já, ég vil þá vipp okkur í Förum í staðreyndir. áhugaverðar staðreyndir. Takk hérlega. Áhugaverðar staðreyndir. Ég var síðast, þannig að Já, það er náttúrulega skylda hjá okkur ef það ætlar að vera gestur að vera með áhugaverðar staðreind. Egil, vilt þú byrja? hvað, bara henda honum í djúbulögina? Ég ætla að henda þér í motherfucking djúpulögina. Kann ég veist Ok, Hvað gerast? Ok, ready fyrir svo staðrenda Ég er svo tilbúin. Ég er ready. Vá, þú ert eins og Ari, sem svo kalla svona. Ok. Damn! Það var svakalegt. Ok, sumir ættbólkar myndu stundum binda fastar geitur og hvísla syndum sínum að þeim og síðan óvart leyfa geitin að flýja í burtu sem myndi gera það að því að geitin tæki syndir og sektarkennd þeirra með sér. Þaðan kemur hugtakið scapegoat. Hvað í fokkan er verið að lesa? En Það kemur scapegoat. Vá, Egil, þú bara gerðir heimaverðinu að skilur. Þetta var svolítið staðið. Þú læðir vinnu í þessa Ég staðið, er sko. náttúrulega það gót, sko. Þú ert geitin, þú ert náttúrulega geitin. He's the goat. Og líka örvörspi, en ok. En vel gert. Og ég var að næsta það. Já, ég var fyrst síðast, þannig að Við erum að fara sólarhringi, sko. Fyrsta áhugaverða staðrendi mín, strákar mínir kæru. Ég ætla líka að tala um eitthvað til forna, eins og ég. Kanill var notaður sem svitalyktaeyðir til forna, sérstaklega hjá Egyptum. það er cool. En gætu samt ímynda ykkur, taka bara eitthvað svona kanilstöng og bara svona nutt undir hendunar ykkar. Ég hef alltaf ímyndið mér að Kleópatra lykti þannig, sko. Ói, bara. Nei, þú veist, svo þetta, Mér spytur ég myndi ekki setja nýtt að sig. stráka, þið eru ógæsli. Þetta var nesti, sko. Egil, þú ert 19 ára, sko. Mjólk og kanill. Úi, strákar. Hvað er að ykkur? Þetta var svo bara þú slíkta bara í svo fresh bakari eða var eitthvað bara fucking ass líkt að þetta var sviti Það var plús. eitthvað nóg aðslikt, sko. Það var Ok. Nei, samt pæli í því, bara vera með eitthvað með kanilstöng og nutta á sig, bara lykt þessu kanilsnúður. Ég væri ekki til í það.
Nei, það er svona svo góð lykt, sko. Nei, hot take, mér Ég var finnst ekki- lykt svo kanil, þú veist, ef allir voru bara smellin svo kanil, þá var það kannski bara banger, sko. Nei, strákar, hot take, kanill er ofmetin. Kanill er vondur. Ég held að maður er ekkert að setja kanil í mat, Ég þannig hata er hann kanil. ekki bara rétt metinn, þú veist. Ái. Ég meina, þú veist, ef þú Hvað er fær á í? kanil snúð, þú veist, kanil snúð er eitt af þessu sem maður fær, sko. Ef Nei. maður með kanil snúð pluss glaze á hann, sko. Strákar, ég er bara lóki ekki sá. Mér finnst kanilsnúðar ekkert það góðir og mér finnst líka bara kanill vondur. Ok, stundum er frekar sauce að borða kanil pluss glaze, af því að glaze er straight up bara cum, sko. Það er bara sama consistency, Já, lítið á það er leysum, svona, sko. það er cum. Það er eitthvað, sko. En þetta var alveg svo sannarlega staðreind. Ari, vilt þú segja? Já, við erum í staðarindum. Já, við erum staðreind, sko. Vilt þú vera fyrst? Já, Strákar! maður þarf að hreinsa hálsinn. Já, það er rétt. Það eru það byrja 7117 tungumál töluð í heiminum í dag. Vá, það er alveg Það er mikið frekar af mikið af tungumálum. sko. Hvað kanntu mörg? Ég kann, 1,5. nei, wow. Ég kann 3, eða, ok, 2, ég kann 2,5. Ég kann íslensku. Spænsku og, það? já, spænska er þetta hálfa. Ég kann sko, ég get alveg tala spænsku, en ef þú ert reybrennandi spænskumennandi einstaklingur, þá get ég ekki vita hvort Ég segja, get sko. alveg svona 1/7 af spænsku. Já, já, ég er svona pínu þar líka. Þetta var góð staðreind. Þetta var staðarind. Þetta var staðreind. Aftur á því, Egill. Boltinn Ok. yfir á þig, Egill. Þegar Piparköku bakast. Ok, sorry. Þegar Piparkökur. Þegar Aztekaveldið var stofnað var Oxford University jafn gamalt og Bandaríkin eru í dag. What? Vá. Háskólinn? Oxford University. Býta aðeins. Er ekki hann í Bandaríkunum eða? Nei, það er í Englandi. Nope. Ó. Ég veit. Þú veist, ég vissi það alveg. Sér maður, það er crazy. Þetta er Gamalt. tussu, já, þetta er alveg Það er gamalt, Oxford í sko. Bandaríkjunum. Nei, Nei. Englandi. Ég það ekki. Apparently, ég veit ekki maður. Sér maður, ég man það ekki. Ég held að Oxford væri bara í orðabók eða eitthvað. Ekki þannig. Er Oxford ekki orðabók? Nei, það er skáli. Það er samt orðabók líka. Já, það er líka orðabók. Vissi það, sjá hvað ég gáði. University. Oxford University. Hey, Viladi, welcome to Oxford University. Ok, vil ég heyra mína aðra áhugaverðu staðreinda? Nei, alltaf. Hérna, Nei, segir. já, ég ætla bara, þetta er löng staðreind, sko. Ok, plastpokar voru upprunalega búnir til að sporna gegn eyðingu skóga. Þeir áttu að bjarga trjánum og koma í staðinn fyrir pappapoka. Þeir áttu líka að vera endurnýtanlegir en flestir plastpokar eru einungis notaðir að meðaltali í 12 mínútur en taka svo mörg 100 ára að brotna niður. Og við mannfólki notum samtals í kringu 5 trilljónir plastpoka á ári. Á ári. Oh my god. Pældi, þetta var fyrst búið til bara eitthvað til að sporna gegn trjáeyðingu af því Hvernig, að what? fólk var að nota Af því að pappapoka. fólk var að brefpoka? Já, þú veist, og svo bara eitthvað notar fólk þetta meðaltali 12 mínútur bara til að fara inn úr búðinu, skilur, inn út og hérna svo Já, ok. bara fyrir þetta á Það einhverja. gekk samt bara vel að eða tránum, þú veist, það eru skógareldar allstaðar í Fraklandi og fucking- Spáni núna En og... þú veist samt alveg að global warming er fake, sko. Já, já, þetta er ekki að það, sko. Samsæriskenning. Þeir eru meina að byggja fleiri gagnaver. Bara Harry. allstaðar. Helst bara setja þau, þú veist, bara við hlýðin á húsin okkar. Stopp, Ari. Eða bara gera bara nokkur í Amazon. Ég þarf eiginlega ekki að drekka vatn, sko. Hvað er að ykkur, strákar? Betra að gagnaverið fóða bara vatnið, sko. Þau eru bara næstu Ari Björn, takk fyrir. Ari Börn. Ari Björn. Algengasti hluturinn sem fólk gleymir þegar að ferðast einhvert er tannbustin. Það kemur ekki óvart. Já. Ég gleymi eiginlega alltaf Ég gleymi tannbursta. næstu alltaf, sko. Ég Já, líka. on jokes. Fun fact, þið báðir tannbusta hérna, heima. Af því ég gleym alltaf Ég tannbustin. veit, þið líka. Þið gisti alveg reglulega og gleymi alltaf hérna, þannig að ég er með ykkar tannbusta hér líka. Ég vil helst alltaf vera með rafmagnstambusta minn en ég gleym honum alltaf. Same. Ég er með einmitt líka Quick manual. flex. Ég er bara quick flex og rammagstampurstæðin. Og ég þarf alltaf að hafa rammagstampurstæðin, sko. Ekki 70% manneskjum rafmagnstambusta. Þeir eru, Þú Þeir ert eru, eina manneskjan á blöð sem á Nei. Hvað er rammagstampurstæðin. að segja? Gaur, Anna og Gunnar er við Gunnar, rafmagnstambusta. þetta er samt svo mjög, Þið tvö eru einu sem er rammagstampurstæðin blöð. heyrðu, samt, strákar, ramustambustar, þeir eru samt actually
betri fyrir munnin og góminn á okkur. Þeir hreinsa miklu betur. Deep cleaner. Þeir deep cleaner, Fucking deep cleaner. Ég alltaf bara, þú veist, ef ég er með, þú veist, pop, hvað heitir það? Popcorn. Kernel. Já, kernel, hvað heitir það? Kvörn, það ekki? Kvörn? Nei, ég veit það ekki. Pop. Æ, þú veist, þetta shit sem kemur úr popinu Já, sem festist á milli tanna. Já. Það er bara... Það bara rinjaði burtu, sko. Það bara rinsar það út manni, sko. Já, þú veist líka tannþráð. Nei, ég á svona manual tannbursta heim í sveiti mitt. Já, ég er ekki nóg duglegur með tannþráð, sko, en... Ég er mjög dugleg með tannþráð. Ég hata að ekki tannþráð mig. Ég hata að tannþráða mig. Ó. En ég ætti kannski að gera meira af því. Já, ég meina, þú veist, það er alveg gott, sko. Ok, hvað er að tala um? En já, umræðefni dagsins, strákar mínir. Þessi þáttur í dag, þetta verður svona fullur þáttur af hot takes. Já. Þetta er bara svona hot takes þáttur. Þetta er ekki hot takes, þetta er bara... Er svona takes. Underrated, overrated. Underrated. Við ætlum að við erum öll búin að gera lista það sem okkur finnst vera overrated eða underrated. Overrated og underrated. Já. Þessi listi mun koma þér óvart. Þessi listi á að vera þungur. Þessi böllur á að vera þungur. Ok. Böllur á að vera pungur. Hvað er það? Strákar! Pungur. Hvað er það að gera? Hvað er þessi stað? Ekki svo gæði Ég sem er að tala um vasapungin. Pungur, Já, og annar það fyrir í vörn og já, pungur. Við skoti á Hann stillir sér upp og vasapungur. Ok, strákar. Ef að byrja vannmetið eða ofmetið? Ef við ekki að byrja Mér fann ég að vera að gera fyrst overrated, sko. að gera fyrst overrated. Erum við það að taka, þú veist, 1 overrated hvert, 1 underrated hvert? Já. Ok. Ég ætla að segja eitthvað það. Ég fann 20 underrated en 23 overrated af því að ég greinlega bara hata meira heldur en ég fíla. Og þú fannst meira en ég. Ég er ekki með svona mörg, sko. Ég fann 17 og 17. Ok, fannst þú Ég eitthvað? er ekki búin að telja þau. Nei, það er alltaf leið. Þú ert líka gestur, þú ert meira bara svona til þess að vera awesome. Engin gestalæti hér. Ég mun drepa ykkur bæði. Ok. Passið ykkur þið farið að svo í nótt. En við erum að sofa eins og þarna, hvað var á höfrungur eða eitthvað? One night when I'm sleeping. Þetta var áhugaverð standið sinna þetta. Ég man ekki. Það er ekki heldur. En ég man ekki eins og hvað tíð það var. En já, þannig þessi þáttur, við erum bara öll saman með topic og ætlum að segja ykkur hvað okkur finnst underrated og overrated og hot takes. Ok. Ætlum að byrja ofmetið. Já. Mér er meira fann í, sko. Ég skal byrja því að þið voru að segja hana pungur. Var það í handbolta eða? Það er handbolta, já. Ok, fyrsta ofmetið hjá mér er fótbolti. Ok. Já. Ég bara hef ekki neina skoðun og ég fylgist með vrek saman aðeins. Já, ég skil þetta áhugamál hjá fólki, skilurðu. Og ég skil að fólk hefur passion fyrir að horfa á fótbolta og bara allir spenntir yfir þessu, skilurðu. En þegar gæjar sem að sparka í bolta fá meira borga heldur en skurðlæknar sem að bjarga lífum, það er bara beyond me. Já, þetta er samt bara spurningum, þú veist, náttúrulega hvernig systemið, þú veist, operator, sko. Can't get you out of my Það er system. náttúrulega, það er ekki hægt að kenna þeim að þeir fái ógeðslega mikið borgað, sko. Nei, þú veist, það er bara pirrandi, skilurðu. Skurðlæknar sem er að bjarga lífum fá minna borgað heldur en Þeir fá einhverju frægi uppbærslega gæjar. mikið pening, Já, en þeir eru Já, þú náttúrulega veist, þeir gera það, ekki skilurðu. í live á World Cupinu, sko. Nei, það er alveg rétt. En Já, já. eins og ég segi, þetta er bara spurningum hvernig sponsorshipar og allt svona shit virkar, þú veist, í kapitaliska kerfinu, Já, þú veist. reyndar. En þú veist- Adidas er ekki að fara að sponsa skurðlæknin í Reykjavík, sko. Nei, þú veist, svo Nákvæmlega. líka en svo bara annars er pæli, þú veist, líka bara, ok, það er svona HM og EM og eitthvað í gangi, ég veit ekki hvað var hann daginn, þannig að þeir allir voru að missa skítið sinn. World Cup. EM. Já, World Cup, þannig að, þú veist, sko, Nei, ég sagði EM, ég ætla að segja HM. nei, þú veist, pæli í því, þú veist, ef eitthvað lið sem þú heldur með vinnur ekki, þú veist, hjá mörgum þá bara skiptir það skapinu þeirra bara, þú veist, í marga daga. Já, ég skil það mjög vel, ég var svona með körfubolta mjög lengi, sko. Er það bara Já. determina skapið þitt út frá því hvort að lið sem þú heldur með Já, náttúrulega með eitthvað lið sem er búin að horfa á allt Já, árið þú veist, tapar, það sökkar, sko. reyndar, ok. Þú veist. En þú þekkir ekki það sem er að spila. Þannig að þetta er ekki Ég personally þekki ekki Vin Diesel þegar ég horfa Fast and Furious, þú veist. Nei, þú veist, ok, sko. Nei, býti, ok, hear me out. Þú veist, Þekkið þú manneskjunni í Love Island? Nei. Finnst þér gaman að horfa á Love Island? Já, en ég samt, Nákvæmlega. ég verð, ok, ég verð reynda betur þegar að klárast. En ég verð ekki betur, þú veist, í marga daga, skilur við. Nei, maður má ekki að býta á lengi, sko. Nei. Þú veist, þetta En er náttúrulega góð maður punktur, geta samt. íðurlíkja skapið mann, sko. Þetta var samt góða punktur. Maður má ekki koma heim og lemja kona sína því að, Ok, þú veist, að því að liðið tapaði, sko. Nei, það er það sem ég er að tala um, Já, sko. það er náttúrulega má ekki, sko. En þú veist, en pældu þess að tíðist, þú veist, ok, þú þekkir ekki gæjana sem að Það spila. er actually mjög sad fact er að heimilisofbeldi hækkar alltaf mjög mikið í kringum svona That's what I'm talking about. í kringum svona, hvað segir maður, hérna Events. já, Já. hvað er orðið sem er að leita? Fuck.
viðburði takk, þú veist- ég ætla að fara að Já. segja vettvangi eða eitthvað en þú veist, that's what I'm talking about þú veist, ok, þú heldur við einhverju liði, þekkir ekki gæjana neitt sem er að spila og þú veist, þeir ná ekki að skjóta nógu oft í netið þannig að þú bara eitthvað, ég ætla að fara að reyða núna í viku af því einhverju gæja sem ég þekki neitt unnu ekki og ég ætla að fara heim og berja konuna mína og vera ógeðslega leiðileg við alla í það er vinnunni náttúrulega, þú veist, það er Og náttúrulega bara þú veist, það skítum eru við gauðir sem afgreiðslufólk. er að berja konuna sér, sko, Já, þú veist, en þú veist, ég meina, þú veist, það er líka fullt af fólki sem er ekki að gera heimilisofbeldi sem verður samt gett umurlegt í skapinu ef að já, það er leiðilegt, liðið er að vinna ykkur, skilur við. ég hef verið pirraður eins og Kannski er ég bara ekki skilningsrík, þetta er náttúrulega bara áhugamál, alveg eins og Love Island er áhugamál í mér, skilur við. þegar ég var eins og mjög mikill Cleveland Cavaliers fan sem er körfuboltalið sem LeBron, að því ég elska LeBron James er upp á þessu liðmann LeBron James og þegar þeir voru að tapa náttúrulega heimsmeistaratitlum og svona, NBA Finals og það náttúrulega er mjög pirrandi, sko. Eitt besta moment ever bara þegar unnu 2016 á móti Golden State þú veist, fucking playoffsleikir voru það Alltaf LeBron James á þessum hann tíma var að missa sig hann var bara on a vengeance mission, sko. Þið týndu mér, sko. Ég er alveg týnd, sko. Ég er Við vorum með Steph dissociated. Curry og Klay Thompson og Draymond Green og Iguodala og alltaf í þessu fucking Golden State liði Hvað var og að gýrast þarna, sko? hann var með LeBron var með Kyrie Irving og hvað, Kevin Love eða eitthvað ég held að Strákar. Tristan Thompson hafi verið sendirinn, sko. Strákar, það er lyftutónlist í hausnum á mér. Sko, ég er dissociated, ég veit ekkert hvað er að tala um, ég er bara eitthvað, oh my god. En já, ok, þetta er þarna hot take af mér að fótbolti sé ofmetin, en kannski er ég líka bara get shallow, af því að þú veist, ég meina þetta er náttúrulega áhugamál. Nei, ok, copyright. Já, það er rétt. En þú veist, kannski er ég bara ekki shallow, af því ég meina, ég verð alveg, þú veist, eins og ég meina, þú veist, spoiler alert fyrir Love Island, Lorenzo vann seríuna. Spoiler alert fyrir Love Island. Nei, Skjóftu mig. Heyrðu, nei, sko, Lorenzo og Júlia unnu, er núna lyftutónlist hjá ykkur, eða? Já. Ok, Lorenzo og Júlia unnu, ég var mjög glöð. Þú veist, hefði Jasmine og Kavan unnið, það hefði ég alveg verið pínum bara, Unnu hvað? Love Island. Hvernig er þetta að vinna Love Island? Þeir vinna Love Island, skilur við. Bara mest kosin, fá 50, Hvað er kosið upp á? þú veist, uppáhalds favorite couple. Er það Já. útkoman úr Love Island? Já. What? Það Ég held að vinnur- það væri bara eitthvað slopp að sem þið var bara sendt Nei. einhver fólk á Love Island, sko. Það vinnur eitt par, skilur og fær pening og ákveður hvort það ætla að skipta peningnum eða ekki. Og þú veist, þetta er það fyrsta sæti, annað sæti, þriðja sæti, oftast var það fjóra sæti. Ég vissi það ekki. Þetta er arguably verri heldur en ég held að það væri, sko. Allavega hana, það var ég mjög glöð að Lorenzo og Júlia unnu. Eins og ég segi, þetta er bara smekksatriðin. Þetta er smekksatriði, Love þannig Island, fótboltið og Já, svona. en það er þessi lista sem við erum með í dag, þetta er mjög personal. En það er mjög heimskult að vera pyrraður í mánuð Já, af því að liðið mann ég er mjög svona. fyrsta. Þú veist, en ég meina listan okkar í dag, þetta er bara svona persónuleg hot takes eiginlega, kind of. Ég get náttúrulega verið Þetta er bara pyrraður persónuleg listar, ef skilur við. maður fer í bíó eða eitthvað og myndi sem maður var að fara á var fucking ass. Eins og við fórum á Já. Thor Love and Thunder. Já, Hvað er það? maður var svo spenntur fyrir henni. Já, Marvelmynd og maður var svo ógeðslega spennt fyrir henni og síðan var hún fucking ass. Maður var alveg pyrraður en maður fór ekki heim og sveiði mömmu að fóka sér, sko. Hérna. Er þetta að tala um Marvel eða? Heyrðu, Þetta já. var fyrsta hot take mitt. Nei, Fyrsta Fyrsta ofmetið. Fyrsta ofmetna. Já. ofmetið. En munið samt þeir sem er að hlusta, þetta eru bara svona persónlega listar. Ef þið er ekki sammála, please ekki koma að drepa mig í svefni. Saman Það er Sammála. bara eins gott yfir í sammála, annars kem ég og næ ykkur. Já, ég ætla að koma með sverð. Egil the Ef Fiddler. þið eru ekki í sammála mér, á geri ég ykkur. Egil the Diddler. Ari, hvað er þetta að segja? Ok, hérna. Ég næstu það. Já, við skulum bara taka sólarhringin alltaf. Fyrsta sem er ofmetna listnari mínum. Það er Drake. Ég er Ég er svo svo fokkin sammála, þetta grínast það. Shit. Hann droppaði 3 plötum daginn. Það er sökka Vestu allar. plötu sér hér. Það er, oh my god, sko. Shit. Holy shit. Æsman, sko. Þið týndu mér aftur. AI fucking slopplæði sem allir voru að gera grín af Iceman var Var- betra heldur en fucking platan sem hann Já, var actually gert AI slopplag. Já, sem að þú I'm Já, Iceman. gert innan gæsalappa, Já. fucking shit. Heyrðu, ég hérna er ekki búin að heyra þetta greinilega. Þetta sem við erum að tala um. Droppaði 3 plötum um Droppaði daginn. 3 plötur Í einu, at sko. once. Oh my god. Bara- og þær voru allar Ef einhver tónlistamæður er að droppa 3 plötum í einum að vita það er Já, bara það er að fara eitthvað slopp, sko. þá var eitthvað sem var greinilega ekki lögð, þú veist, eitthvað geðveikt mikil og ítrekkuð vinna í, Nei, sko. hann náttúrulega gerir ekkert af þessu sjálfur. Hann er með ghostwritera sem semja textan og hann er með gauðra sem semja bítana og þú veist, Já. eina sem Mér hann gerir er Ok, ég veist að játa mér 2 lög góð með honum.
Það er Hann var einu sinni fínt, sko. Hotline Bling. Það Hotline geggjalag. Bling fínt. One Dance fínt. One Dance Já, fínt. mér finnst alltaf leið. Mér finnst þetta One Dance, mér finnst það pínu svona repetitive. Já, En það er alltaf fínt. Ok, jú, 3 lög þá. One Dance, Hotline Bling og þarna Just hold on, we're going home. Er það Ekki- Nei, er það ekki hann eða? Copyright. En ég er samanlega. Drake er ofmetinn. Já, mér finnst það. Já. Drake frekar sko. Hann er Og svolítið veist ass. það frekar á bara líka Kendrick Lamar eyðilega sko. Shit, ég veit ekki hvað hann var að hugsa með Hann er búinn, sko. með því að reyna þetta sko. Hvað? Það var svona diss track svona back and forth hjá Drake og Kendrick Lamar Oh my god. Hann finnst ekki bara að segja að hann er barnafyrir og eitthvað, þú veist. Shit. og það var bara factual statement hjá honum Frekar crazy, Er sko. Drake barnapöri? Ég veit ekki allt málið í kringu Nei. þetta. Ég ætla ekki að Já, tjá já, mig að því að ég veit ekki nóg um ég veit þetta. ekki um það sko. Ok, alltaf. Fair enough. Ég ætla ekki að segja það. Nei. Já. Egil, ert þú með eitthvað sem þér Það finnst sem fyrsta sem mér finnst overrated er börn Ok, wow, Börn. þetta er hot take. Já, sæll. Ok, já, Egil, hérna, börn. sko, þau eru óþólandi Gauð, þú getur ekki sagt bara eitthvað börn sér óþólandi. ég er að segja það af því að mér finnst það Öll börn, bara. mér finnst eiginlega bara hvert einasta barn sem ég hef verið í kringum alveg óþólandi sko. Ok, en þú veist að Ég þú veit varst að- einu já, sinni barn, þú sko. varst- Ég hef myndislega litlar frængur og Já, frænda já. og... en stundum er það óþólandi sko. Ok. ef ykkur barn ef maður, þú veist, ef maður er þú veist, á restaurant eða eitthvað ef maður er í bíói og það er eitthvað barn sem er, þú veist, kannski að gráta eða bara, eða er að tala of hátt eða er með stæla, mér langar að Varlega. Já, sæll. Heyrðu, ég ætla að vera ósamála þessu. Mér finnst börn yndisleg. Ég er ekki búist þessu miklu barna þetta er þú veist bara, mér finnst þið bara óþólandi Ok, bara, já þannig þú ætlar ekki að fjölga þér í framtíðinni. Hann er 18 ára, sko. 19, hann er alveg lóki 19 ára, sko. Það er bara... En Spurning fyrir seinna, sko. Já, spurning fyrir seinna reyndar. En þessi hérna okkar frændsískina börn, þau eru skást, eða ekki? Jú, að það ég er náttúrulega vanur þeim, þau eru náttúrulega ekki óþólandi. Nei, við elskum þau. Mér finnst alveg börn, mér finnst börn æðislega, sko. Ég elska að passa börn og mér finnst þau skemmtileg og bara, þau eru svo fyndin líka, þú veist. Hver er 2 ára og segir fucking slay, skilur við? Það er því þú ert að kenna hann að segja fucking slay. Heyrðu, ég sagði það einu sinni, ég er búin að segja helpepp 20 sinnum og hún var ekki búin að ná því, hún náði því samt að endanum, skilur við. Já, já. En já, þetta var hot take it. Þetta er bara, Það er overrated, já, crazy overrated take, börn sko. eru overrated. Ok. Damn. Tökum nú eitt flokk í vannmetið. Já, ég skal sko segja ykkur fyrsta sem að mér finnst vera vannmetið, strákar. Það er veturinn. Já. Hann kemur Oh my god. Nei, sko, veturinn er vannmetinn og sumarið er ofmetið. Af því Winter að, þú veist, is coming. nei, sko, veturinn, þetta er bara svo geðveikt næs. Þú veist, ok, maður setja sín, skilur við. Þú ert undir teppi, skilur við, með heitt kakó. Það er snjór úti, ógeðslega kalt, smá stormur, dimmt úti, skilur við. Enginn að bögga þig. Þú veist, það er enginn að, þú veist, það er ekki fólk alls staðar, skilur við. Það er ekki fólk eitthvað át and about út allt, þú veist. Ógeðslega hvað að gera. Nei, þú veist, og þú ert bara að chilla. Já, það er kalt aðstæðar og snjór aðstæðar þannig að getur ekki farin eitt geðveikt. og bara allt Absolutely ömulegt. iconic. Hvað meinar þú? Ég þarf ekki einu svona að horfa út í garðið minn á veturna. Það er ekki að gera neitt í þessum garði. Bara veturinn er vannmetinn, sko. Ok. Ég er sammála. Já, þú veist, að það er bara Ertu sammála? Já, Ég er sammála. veturinn er svo þærlega. What? Líka bara, sumarið er svo ömulegt. Nei! Jú, mann er heitt, mann er alltaf heitt. Maður fær actually sól á sig og vítamín og eitthvað, þú veist, Nei, sko, á sumrin, þá er mann ógeðslega heitt. Maður er alltaf þvalur af svita. Maður er alltaf einhvern veginn svona overstimulated og alltaf Mér svona... finnst þessu höfum talað um þetta. Já, alltaf svona korter í að deyja sko úr hitta bara, þú veist, og það er svona, maður er svona, það er alltaf heitt til að gera allt og bara svona einhvern veginn mikið af sól. Ég er mjög sammála. Það er alltaf, náttúrulega veturinn, þá getur maður alltaf sett meiri föt á sig. En Já. maður getur ekki píla skinna manni þegar það er Vá, hvað ég er sammála. Talaðu við sjálf þig. Ok. Ok, wow. En hérna, ég Maður getur farið bara í kalda sturtu. Já, maður getur ekki verið kaldi sturtu allan daginn. Nei, ég fór undir að kalda sérstundaginn. En þú veist, já, en
ég bara segi þetta, veturinn, hann alveg vanmetinn, hann mjög vanmetinn, þetta bara uppáhalds árstíðin mín, ég vil bara, þú veist að meðan aðrir fara kannski í smá svona dvala, ég vakna til lífsins, kellan til í tuskið á veturinn, sko. Mér finnst veturinn fín þegar það ekki hríð og svona sludge. Alltaf ömlegt viður, hríðir og... Ég elska hríð. Þegar það svona... Hríðar, maður alltaf að fara í hríðar. Þegar þú veist, þegar það jólatímabil og það bara snjókoma og snjórast það er bang. Fucking love that shit. Eina góða veturinn jólin, sko. Já, veturinn konteinar jólin. Já, sumar konteinar og sól. Og ekki skammdegisþunglyndi. Þú veist. Heyrðu, skammdegisþunglyndi mitt örugglega bara reversed. á veturna þá ég hellpepp. Ég low-key til í tuskið, sko. Kellan, hún til í að pældi að fara í hríðir í hríð. Nei, ég meina, þú veist, já, maður bara smekkur. Já, sitt sér í hverjum. Heyrðu, fyrsta sem vannmetið hjá mér. Hvað með það Björn? Það að nota klósettið heima hjá sér þegar maður nýkomin úr útlöndum. Oh my god, hvað ég sammála. Damn. Nei, sko, wow. Ég fann að sakna. Það ekki til betri tífinni, sko. Það er ekki til neitt betra. Sko, klósettið heima hjá manni. Það klósettið sem að rassinn mann sér mest vanur. Rassafar. Nei, sko, klósettið svona, rassinn mótast einhvern veginn eftir heimaklóstinu. Svo ferðist eins og þegar við fórum í Budapest, skilurðu. Klósettið þar var alveg lóki óþægilegt. Það var samt, heyrðu, það var geggja hótel. Það var geggja hótel. Bro. En klósettið var svona... svona... Það var geggja, það var eitthvað fucking kostaði, gummi fucking shit. Ég fór ekki í Budapest. Nei, þú varst það lítill og þurftir að vera í skólanum og eitthvað. Lítill? Hann stæst, hann reyndar. Hávær, nei hvað? Hávær? Hvernig þú hávaxnast þessi systkini? Hæstur á okkur öllum. Hvernig þú hæstur? Þú átt að vera minnstur. Ég veit ekki maður. Þú veist, kendu mömmu og pappum. Ég elska þetta hótel líka, bara þú veist, að því maður var alltaf að dreipast í kjaftinum, en maður var að dreipast í kjaftinum á stóru hóteli. Á fjárhastunum hóteli? Fjárhastunum hóteli. Fokkin eða sko. En klósettið þar var alveg ekki, uppáhalds klósettið mitt, ég sammála. Mér finnst það gegn klósett og sturtan fokkin geggjuð. Sturtan var geggjuð. Já, sturtan var hún var actually geggjuð. En já, heimaklósettið bara best. Það home sweet home. Það eitthvað við að snúa aftur heim og fá bara, þú veist, ég veit ekki. Þá færi maður home sweet home tilfinningar þegar maður drullar í sitt eigið klósett. Það eitthvað svona smellinn á klósettinu. Það eini tími sem maður finnur home sweet home tilfinningar, sko. Eitthvað smellinn á klósettinu. Gaur. Of course. Ég vil segja, maður finnur eitthvað svona calming, hérna get ég kúka. Þetta skítafílan sem fjölskyldan mín á. Ég var annað að kúka þegar þessi líkt. Nice. Þetta rétta skólbröðið. Ok, ég vil segja. Something smells good in there. Something smells good in there. Ok, hvað að okkur? What did you have to eat? Strákar. Taka bara sopa af ónefnt bragð mjólk hérna. Ónefnt bragð mjólk? Ónefnt bragð mjólk, þú mátt alveg segja hvernig bragð vera henni. Vissuð ekki að mikið af fólki heldur af brún kókumjólk? Það getur ekki verið, sko. Nei, ég ekki að grínast í þér. Fólk í heiminum sem heldur að kókumjólk Heimir, það er bara Bandaríkjunum. Getur ekki sagt þessi heimir. Já, ok, alltaf í Bandaríkjunum. Heldur að, þú veist, súkkulaðimjólk komu brúnum kúm. Shit, sko. Við getum votta fyrir það að mjólkin hvít í öllum kúnum. Já, Bandaríkjamenn hafa ofta átt svolítið upp með brúna lit. Ok, wow. Það er svolítið Þessi var góður að því miður, þá var þessi bara geggjaður, sko. Já, Egill. Já. Það fyrsta sem ég hef í underrated hjá mínu Let's go. er að hlusta á TikTok-vídeó eða audios á meðan maður að gera eitthvað í staðin fyrir að hlusta á Spotify eða eitthvað. Stundum fær maður eitthvað vídeó. Stundum fær maður vídeós sem er eitthvað eða þú veist editað einhverju eða eitthvað eða þú veist sem er bara með eitthvað klikkað audio eða eitthvað. Kannski fer ég út í fjós og hef það bara á repeat í staðin fyrir að hlusta á þú veist basic tónlist eða eitthvað shit, sko. Bara eitt TikTok-audio á repeat? Já, eða þú veist, eða eitthvað TikTok-vídeó sem er bara með eitthvað crazy gott audio bara 10 sekundar audio eða? Nei, þú veist, það getur verið lengra og stundum er það bara betra heldur en að hlusta á kannski eitthvað að klikka remix sem eitthvað gerði eitthvað. Já, eins og þegar fólk er að gera bara eitthvað sjúklega beat undir einhver önnur lög sem eru til eða eitthvað mashup sem við með ekki setja á Spotify eða eitthvað shit. Ok, you have a point. Ég hef heyrt nokkur svona lög. Ég sé mörg vídeó af frælum sem gerir þetta, þú veist, þegar þið farið í gymmið eða eitthvað, það er eitthvað svona peak audios eða eitthvað. Og þeir blanda lögum saman og setja eitthvað sick beat undir það. Eða bara, þú veist, bara eitthvað cool edit. Af því það er geggjað. Heldur þú að Jack Horton setja einhverjur rill?
Yey, þá væri ég ekki eina systkinið. En hérna eru 2 gæjar á TikTok sem að gera svona, þeir eru 2 saman með 1 channel, ég man ekki hvað heita, sem að gera svona mashup. Þeir taka lög, þú veist, setja mörg lög saman í 1 mashup og geggja beat undir og það er enda bengar. En ég held ég fatti hvort þetta fara með þetta, Egill. Já, ég veit ekki. Þetta er eitthvað sem er mjög foreign fyrir mér, sko. Ég er náttúrulega með mjög öðruvísi For You page heldur en þið. Já, þitt For You page er cursed. Sko, For You page þetta er cursed. Ég er ekki að djóka ykkur, sko. Ok, strákar. Við skulum snúa aftur í það sem okkur finnst overrated, ofmetið. Ofmetið. Það sem ég finnst ofmetið. Græmetið. Er hljómsveiting. Hljómsveitin. Þetta var mér svona. Rolling Stones. Ég er sammála. Mjög sammála. Ég með þetta líka. Varstu með Rolling Stones líka? Helvítis. Í Það er ekki overrated að setja þetta, sko. Í overrated eða underrated? Overrated. Já, ég er með Rolling Stones í underrated. Ég ætla að fara að segja. Ég var bara eitthvað, nei sko, Rolling Stones, ok, allt í lagi. Þetta er fín tónlist. Allt í lagi, cool. Þetta er ekki fín tónlist. Nei, Eiginlega ekki. Nefnilega, ok, allt í lagi. Ég ætla að hætta sugarcoated. Þetta sökkar alveg hryllilega mikið. En kannski er það bara því að þetta er gömul tónlist og við náttúrulega tengjum bara ekkert við hana. Ég meina, ég elska Led Zeppelin, það er gömul tónlist. Ég er eitthvað að elska tónlist frá, 40 og 30 Já, sko. ég elska Led Zeppelin, bara I love it. Já. Og hérna, ég er mjög mikil AC/DC fan sem að fólk kannski skilur ekki, en Ég hef ekki hitt marga AC/DC, ég bara elska fans. AC/DC og Ég er hérna náttúrulega, maður hlusta á AC/DC og margir hafa hlusta á AC/DC. Já, og Þeir eru náttúrulega bara mjög fínir. Já, ég er að segja það. Mér finnst þið geggjaðir. En svo er ég líka Guns N' Roses svona semi-fan. En Rolling Stones, ég get það ekki. Mér Nei, finnst ekki bara Start me up. Þú veist, nei. Já. Bara alls ekki. Og öll þessi lög, þetta er ekki fyrir mig. Ekki fyrir mig, já. Mjög ofmetið. Bara svo Bítlarnir er ekki fyrir mig. Ég var næstu búin að skrifa niður Bítlarnir. Ég vildi ekki gera það því ég veit að Nei, ég appreciate influence þeirra og þú veist, náttúrulega maður veit alveg að þetta er góð tónlist fyrir hennar tíma. Þeir líka höfðu svo mikil áhrif á momentið, skilur Nefnilega, sko. Þeir voru svona kæta fyrstir í sínu fæi og það eru glástað fyrir þeir séu svona frægir. Ég geti líka verið að tala út úr raskatinn á mér af því ég veit ekki það mikið Bítlana. En þú veist Ekki heldur, sko. Þeir eru mjög influential, ég ætla ekki að neita því, sko. Mér finnst Get Back með þeim vera gott, en annars Rolling er ég bara Stones eru reynda líka alveg influential, sko. Já, ég er ekki fyrir Bítlana eða Rolling Stones, sko. Ekki heldur. Ég er tilbúin að vera jörðuð, sko, en hérna Ég er bara minna tilbúin í að segja að Bítlarnir séu líka. overrated heldur en Rolling Stones, En við ætlum þess að spæða að gera það, slay. Ok, Ari, kóttu með næsta þitt sem að þér finnst vera ofmetið. Næsta mitt finnst vera ofmetið er að fara í sund. Ég er svo fucking sammála, heyrðu, skrifa ég þetta ekki líka eða? Ég skrifa þetta líka. Bara ofmetið að fara í sund, ég hata sund. Ég mist ekki gaman. Ég absolutt hata sund. Langar að koma inn í klefa og afklæða með fullt á ókunnu fólki og fá svona Maður gera það sem í ræktin líka, þú veist. Já, og bara, ég gera það ekki. Ef ég fyrir ræktina sem gerist virkilega sjaldan, þá fer ég í ræktafötunum inn í ræktina og fer inn heim og ég sturtu heima. Já, ok. En þú veist, ég er ekki að djóka, þetta er svo sund, bara eitthvað, komdu inn í klefa, afklæðið með fullt af fólki, það sem að fullt af fólki starir á þau og öllum aldri, farið svo í sturtu öll saman og reki rassan út í hvort annað og þú veist, nei, ég get þetta ekki, svo er allir að baða sig í sama vatninu. Já, í sundinu. Já, bara, Svo er einhver alltaf krakkar að pissi þetta. Já, bara, gamli kallar að stara þú veist, sund er ömulegt, líka bara það er overstimulating, skiljur hvað finnst þér sund, Egill? Ég þarf unfortunately að vera ósamleikur við hana, sko. Mér finnst unfortunately mjög gaman að synda, sko. Hvað ertu? Þótt að sé ógeðslega langt síðan, það er ógeðslega langt síðan ég fór í sund, sko. En ég var unfortunately alveg frika góður í sundi, sko. Já, kannski er þetta líka bara því, ég sökkaði í sundi. Já, þú ert það mjór. Því að, sko, því það var eins og eitthvað, ok. Eins og maður get ekki sitt. Nei, ég er að segja, skilurðu, hann er mjór. Þú veist, ég er ekki að segja að ég var einhver Olympic champion í sundi, sko. Ég var fínn í sundi. Og sko, mér fannst mjög gaman að gera skriðusund. Skriðusund, já. Með springusund alltaf. Mér finnst það langræðilega, sko. Mér finnst allt sund ömulegt. Mér fannst mjög gaman að synda, sko. Ég er ekki góður í að synda. Ertu skildur okkur, eða? Já, ok, sko. Stundum er ég bara eitthvað, hann er ekki skildur okkur. Þegar þið þurftu að gera eitthvað testa sem ég þurftu að fara eins mikið að þeir þurftu að fara eitthvað x mikið af laps, þú veist, þannig að fram og tilbaka og gerði þú skriðjasund og eitthvað og fekk ég alveg frekar góðan tíma og þá Já, ég sko. Ekki heldur, ég held að ég hef aldrei náð yfir 7. bekkja sund.
Það getur samt alveg verið ég sökk í sundi núna sko. Já, nei, ég held samt ekki, þú ert örugglega góður í sundi Hvað meinar hann ekki náðu í sjötta Ég voru ekki alltaf einhver svona sundpróf eða eitthvað sundstig eða eitthvað Ég náði aldrei yfir það var sundpróf Já, Þetta einhver sem ég var að tala um. sundpróf Ég náði aldrei lengra heldur en sjötta bekkja sundprófið Man ekkert Ég bara gat ekki, ég náði þú því veist, ég gat þetta ekki og verið lengi í kaf og eitthvað, fuck that shit og ég maður, innilokunarkennd Mér finnst þetta mjög gaman að fara Það er allt í lagi Sko, Ég er bara að segja að mér finnst það Þér má ómyndið finnast að vera cool en what the fuck Já, mér finnst það samt ekkert vera underrated sko. Mér finnst Nei, bara nei, af því að þú kannt að meta sundið Já, Íslendingar eru bara alltaf konstantli í sundi þú veist. Akkur er alltaf Ég skil allir í það ekki. sundi Þú veist, Bara, oh my god, krakkar Þú veist, af öllum- Ég var að fara í sund Já, þú veist, af öllum ég er aldrei að fara að velja að fara í sund af Það er svo- öllum activities Sko það er sem ég er að segja, þú Já. veist, að Íslendingur finnst aðeins of gaman Já, Já, þú af hverju veist, finnst við öllum Mér finnst gaman? sund fínt en ég myndi aldrei velja að fara í sund yfir eitthvað Það er svona að ég segja, ég get Já. alveg farið í sund Þú Já. veist, bara brr Ég bara helst ekki ég Ef einhver býður mér í sund það er bara neytak Ég er góð Já, ok, Ég man ekki hvernig fór ég síðan sund Það var líklegast á Tenerife tenni hjá mér líka örugglega, já Já, rúglega Egil, Já, hvað finnst þér vera Það- ofmetið? það sem ég finnst vera ofmetið Ok er bjór Ég er svo sammála Já, það er mjög myndið, já Það er, hann er svo fokkin ógeðslu Býta eins, hefur þú smakkað bjór? Ég hef augljóslega smakkað Þú bjór ert ekki með tvítur Oh my god Egill. Ég smakkað alltaf bjór Ég segi mömmu sko Mamma veit Hún er sem á hliðin á mér þegar ég var að Ó, drekka ok, ég skil Nei sko, ég er virkilega sammála Konseptið að bjór, þú veist, ómetið Eða hvað Nei, margir bara drekka, allt. hvað margir Ertu að drekka tala nú um- eitthvað Mér finnst ómetið hvað allir drekka þetta mikið hvernig þann bragðast og konseptið af bjór Ertu bara að tala um bjór, ertu að tala bara um áfengi yfir höfuð? Mér finnst áfengi yfir höfuð ekki vera hræðilt Mér finnst bjór Ok, og ómetið af því að hann sökkar já, bara, þú veist, hann er bara af því ógeð að af öllum, þú veist, áfengdu drikkum sem þú getur verið að drekka þá velur þú hlutin sem er least tasty að þeim öllum Já, það er rétt Þetta er bara því þú drekkur ekki, þú veist Nei, það skiptir ekki máli það skiptir ekki máli Bjór er Ég hef alveg vond Þú mátt ekki vera að drekka, þú Já, ég fengi mér eitt sopa Ég er náttúrulega auðvitað hefur smakkað En af, þú veist- af different bjórum allir eins ass þetta er bara eins og malt ef þú myndir puppa smá spritt í hann Pumpa smá spritt í maltið og þú veist, og streng þegar bjórum er bara megnið af sprittinu sem við erum búin að pumpa í hann Shit, veistu, ég er svo Ekki sammála, ógeðslega sko. Ég er svo Já, sammála af því að þú drekkur bjór og þú veist, Já. þú veist og þetta er eins með kaffi þetta er þú veist, Já. þú er að læra að Þið drekka tvö, sko Við tvö maður þarf ekki að þurfa að læra að drekka eitthvað eða venjast einhverju svo að það sé gott Oh my god, þetta er svo mikið sem Það er ég bara ekki satt. Þetta er bara, jú, Ég er svo víst sammála Ég er svo sammála Ari, við erum tveir á móti bara- einu núna sko. ég er 100% convinced að allir sem segja, ó ég fíla bjór hata bjór og eru bara að drekka Það er hann af því að hann er það af því er- að hann er af því að hann er með alkoholkontent Það Shit. er ekki hann, náttúrulega er aðalega því hann um alkoholkontent Já, en þú veist bara allir sem er svo, ó bjór, af hverju bjór er svo góður hann sökkar Hann er Sumir bara- bjórar eru bara góði sippbjórar Nei. Ef maður fyrir út að borða að fæ sér Ég, þú veist, eins og ég fæ mér oft eitt bjór með burger eða eitthvað út að borða Fengi ekkert. geggjað. af hinum beverageunum sem eru til Já. ég myndi aldrei velja bjór yfir eitthvað annað beverage Akkur myndir Það ekki er þú velja drekkur ekki bjór Já, en að Og þú því mátt ekki vera að því að þú ert ekki 20 Ég ára. veit það, ég bara, þú veist, að því ég smakka hann þá veit ég, hann er fucking ass ég ætla að drekka, þú veist, ég myndi frekar að drekka kókamjölk með shiti, sko Ég myndi alltaf velja bara Pepsi, Ok. Pepsi Max Eða Coke eða eitthvað Og gátt ég það Nei, alls ekki Ég actually drekk heldur ekki Mér finnst bara áfengi Já, ógeðslega vond Líka, þú veist, ef ég verð bara að segja Ég verð örugglega jörði fyrir þetta Mér finnst bara fólk á Íslandi drekka allt og mikið Það er alltaf Það er fólk allir sem drekkur alltaf mikið Fólk er Já, já, já. alltaf að fá sér Alltaf að djamma Það er alltaf bara öll tilefni Crazy áfengismenningin sko. Bara eitthvað, hei, það er hérna eitthvað að gerast Fáum okkur bjór alla dag vikunar Því það Bara er eins og núna er þjóðatíð og nú þjóðatíð, allir alltaf að fara að detta í það, þú veist, ok, ég skil alveg að fólk vil skemmta sér, en þú veist, mér finnst bara Íslendingar vera bara svona, especially að drekka ógeðslega mikið. Ég bara, það eru til svo marga leiðir aðferðir til þess að skemmta sér Ég veist, það er alltaf, Það er ekki allir eru bara, fullir. já þú veist, Íslendingar eru stundum bara í bjór að skemmta sér Ok, þetta er kannski svolítil alhæfing hjá mér Ég er mögulega að tala út raskatur á mér aftur En mér finnst bara, þú veist, from my perspective Örugglega því ég drekk ekki Það er örugglega bara, mér finnst þess að séu bara Svo margir alltaf að sulla bara að, Það er endalaust af fólk bara alltaf að allir að fá sér Allir að vera hellaðir að jamma og eitthvað Maður er bara svona gaur, þú veist Þetta er vímuefni Já, bara eins hvað er og að gerast En ég þetta, meina, mér finnst áfengi vera verra en gras Þú Þetta er veist, verið gras, sko. já, ég bara hef ekki prófað gras Þannig ég veit ekki En já, Nei, eftir tala um bara þessa
Ertu að tala um Ekki í teisti, sko. Já, ég veit ekki Ó, vá Ég er að tala um bara sem vímunni, mér finnst það skadalegra, Já, ég bara, mér finnst það skilurðu. Ok, ég gerði reyndar, já, eins og ég var ekkert búin að segja Ritgerðum hérna gras, fekk mjög hátt einhver fyrir hana Vá, ok, annað kennarsleika, shit Já, fucking svona örugglega Já, en þetta er sko, ok, sko THC, minnum að heitir efnið það sest á heilan á þér og fer aldrei af Ok, Þannig að, þú hvernig veist, snúta okkur lífi, þú veist hann er bara lítur út fyrir alltaf friðin þótt að sé ekki friðin Sko, Það er alltaf friðin Já, heilin hans er samt covered í THC Hann með frella sem rúlar upp í jónunum fyrir hann, sko Ok, en Vinnur við það, hann er að borga gaur til þess að rúlla upp jónum Mér langar samt ekki ómikið heit fyrir hérna að vera heitar en ég meina þú veist, ég samt get skilið þetta upp að viss magni, ég meina þú veist, ég var einu sinni að veipa, skilur Já, ég Þannig líka, ég skil alveg, Ég tók í vöruna og veipaði, sko já, ég skil alveg hvernig, þú veist, Hættur fíknin í, virkar guðsúlof Sama hér, bara guðsilof Samt bara frekar nýlega, sko bara... Ekki þú byrja að veipa eða reykja eða setja ekki vörunar, Egill Ekki herma eftir okkur Hann er ekki mikið í svona, sko Það er sko líka það við bjór að maður getur verið drukkinn á hann Þú veist, mér finnst ekkert pirrandi og fólk sem er drukkið Ég er svo fokki og líka, sammála og líka sko, ef þú þarft Það er gaman þegar þú ert drukkin, sko Já, Nei. en ef maður þarf að vera að drekka konstantly til þess að hafa ykkur gaman þá getur ekki haft Já, gaman ég er sammála því Segið látur. Ég er mjög sammála því Segja það harra fyrir En fólkinu ef þú vaka vilt, ef maður er að gera það og með maður er að hafa gaman þá er það fínt, en ef maður verður of drukkinn þá langar mér að slá þig Þetta er gott Vá, teik ég elska Egill að segja allt sem að ég þóra ekki að segja af því að þetta er Já, satt bara þú veist, ég veit að þetta er bara Ég er bara innilega sammála Þetta er virkilega overrated Ég er mjög sammála sko Persónlega listar, don't come at us What? Don't come at us Ok, alltaf Ok, strákar Ég er að opna Ónefnt fyrirtæki. lakríströmmur Ónefnt fyrirtæki lakríströmmur Þannig núna erum við alltaf búin að segja aftur hvað okkur finnst ofmetið Ok, nú ætlum að fara að segja aftur það sem okkur finnst vannmetið Það sem að mér finnst vannmetið, strákar eru specific leiðbeiningar Specific leiðbeiningar Specific leiðbeiningar Ég þóli ekki þegar maður er bara eitthvað hei, hvernig á ég að gera þetta? Bara eitthvað, æ, snúðu til vinstru og settu svo háfinn út í vatnið, skilur, eitthvað svona Ég er alveg Bæði að fara í autism próf, sko Ég er ok. búin að því en ok Ég er mjög sammánsög Einhver segir, ó já, þetta er hann í skúrnum Hvar í fokkanum er Já, þetta í skúrnum? veist, ég vil fá specifically Sko, ef þú ert að biðja mig að gera eitthvað Nennar að segja mig specifically hvernig ég á að gera það Svo ég geti fyllt leiðbeiningunum mjög specifically Það er bara eitthvað svona leiðbeiningar eins og bara þegar, þú veist, ef maður kaupir eitthvað sem er eldar í störbygjónum eða eitthvað Já, bara... segðu mig nákvæmlega hvernig ég að gera það ok, Ég þól ekki þegar leiðbeiningar eru svona Hvað segir maður? Svona, Fljótandi svona Loosey-goosey leiðbeiningar Ég hata, ég vil hafa það specific Segðu mig nákvæmlega hvað ég þarf að gera Af því ég þól ekki að fólk segi mér svona næstu því hvað ég á að gera Þú veist Ok, ég meina sure, Það já er líka meira efficient fyrir bæði partís Já, involved nákvæmlega, því þú veist, ef þú segir mér næstu því hvað ég á að gera En ekki alveg, og ég gera svo vittlust Þá verður þú pyrraður Hætt þú að gera svipið Ég við bara, okkur ef ég er að segja að grípa eitt brauð út í fristið eitthvað, ég er ekki að fara að segja bara eitthvað, já þetta brauð, náttúrulega- þetta vörumerki og þú veist, Náttúrulega, við erum ekki að tala um þannig sko. Nei. Ég er meina sko eins og ef pappi er að segja manni hei, já náði þetta út í skúri ef þetta er eitthvað geðveikt sérstakt svona verkfæri eða verkfærið eitthvað. Já, eitthvað sem ok, er- ég skil það reyndar, já. verkfærið þegar maður náði í skúr hvar er verkfærið, hvernig Já. lítur það út Já, oh my god, eins og eins þú og það segir, þú veist, náðu jarðsögin eða Já, eitthvað. þú veist, hvar er hún og hvar get ég fundið Nei, ég hana, er hvernig actually lítur hún út lent í þessu strákar Pappi hefur sagt að hann náði skrúján fyrir mig út í skúr Ok, ég mæti út í skúr, það eru 20 mismunandi skrúján Hvort viltu fá hérna beint skrúján eða svona fjóra bita skrúján Já, maður sé það náttúrulega á því sem hann er að skrúa Já, en ég var ekkert búin að spurja hann hefði getað bara sagt það Svo kemur við vitlaust skrúján, hann verið pirrar þá verið ég embarrassed Verið bara specific skilur. Já, en þú veist, já, maður náttúrulega segja bara Specific leiðbeiningar flatjárn eða þú veist, Þetta er já, eitt já. stærsti kosturinn við Gunnar Hann gefur mér alltaf mjög specific leiðbeiningar eins og þú veist með podcastið, hann segir mér nákvæmlega á hvað taka ég og íta og þetta er bara, þú veist, fattið mig ekki það mjög sammála Já, Ok, sure það er þú ekki þarna Nei, bara, þú veist, ég hef aldrei pælt í þessu áður. Þetta er bara vannmetið, skilur specific leiðbeiningar já, ég er Þú veist. semi-sammála, þú veist, Já, það gildi líka þú veist, að maður er að byggja eitthvað frá, þú veist, hvað einhverjum húsgögn, skilur Ég vil að það sýnir bara specifically ég er bara eins og IKEA og svona. Já, bara Það er samt specific. alveg mikilvægt af því að Já. maður þarf að gera húskunni. bara specific Þannig já, það er vannmetið fyrst mér Já, mitt annað vannmetið er að innbyrða gamalt stöf, þú veist, eins og þjóðsögur og gamla bækur og myndir og þú veist, gamla myndir og allt svona og
bara, mér finnst það mjög vanmetið. Ertu meina bara konsúma það? Konsúma gamalt stöf. Ég er frekar samláð, sko. Já, ég líka. Já, eins og þú bara, veist- mér finnst gaman, eins og við vitið, mér finnst gaman að lesa þjóðsögur. Já, er ekki sammála þar sko Alveg hræðilega Gamla- Já. Ég var að lesa of Mice and Men daginn Guð minn, aftur. absolutt Bara almáttugur. Síðan ég var í fyrst menntaskóla eitthvað, fók einn úgeðslega góð bók. Mér finnst sko, ok, ég er ekki að það með bækur af því ég nenni ekki að lesa einhverja þú veist, fornstafsendingu og fornorð, ég get ekki skilja það en þú veist, gamlar myndir mér finnst það awesome að konsúma gamla myndir og sjá hvernig Það er nefnilega, já. cinematically var gert þá Ég er semi-sammála þessu. Ég myndi ekki nenna að þú veist lesa bók eftir Halldór Laxness, sko. Fuck nei. Mér finnst það að Það vera... er svo gaman. Mér finnst það ekki gaman, sko. Mér finnst mjög gaman að dýpdæfa í history og eitthvað shit og læra ancient Greece og Já, já. Rome og eitthvað Ok, shit. ég er ekki heldur sammála þar Mér finnst það að vera pík. Ég Innbyrða nenni gamalt ekki stöf. sko Ég nenni ekki að dvelja í fortíðinni Þú veist bara eitthvað, oh my god, Snorri Sturluson og Egill Ég langar Skallagrímsson ekki að dvelja í þessari framtíð sem við erum að skapa Nei, nei, bara við bara verið núinu, skilur lífið er núna og eitthvað, þú veist Já, ég held að ég sé svona partly sammála Maður þessu getur samt lært mjög mikið nútíman með því að studja gamalt shit, sko. Já. Hvað lét þetta civilization, þú veist, sundrast í sundur, sko. Nákvæmlega. Hvað getum við lært af því og gert betur? Du-du-dum, Og líka að því að sundstoff er mjög svalt. Það er það, já. Annað þetta er góð við það. du-du-dum. Hætti sér. Ok, sorry Hérna, já, ég tengi ekki Ég er svona 1/10 sammála Já, ok. Ég bara sammála myndunum Ég myndi aldrei nenni að vera eitthvað stödd í eitthvað gamalt nema bara bíómyndir eða eitthvað Mæli með að tjekka á Ingmar Bergman myndum. Það eru svolítið gamlar en það eru ógeðslega góður. Ingmar Bergman. Du-du-dum. Það er ein mynd með hann leikur dauðan hann frælin, ég man ekki hvað hann heitir, fuck. Náttúrulega Hrafni flýgur er náttúrulega besta Ekki, mynd sem hefur gerst. Bless með hrafnum flýgur Fuck, Hrafnir flýgur. Náttúrulega Hrafni flýgur enn er besta sequel sem hefur gert. Hrafnir flýgur Er til enn hrafnum flýgur Er enn til sequel, sko. Er Hættu. það Hrafni flýgur aftur eða enn? Hrafnir Allir flýgur burt. enn aftur eða eitthvað. Enn aftur. Ég man það ekki. En það var alltaf gett grín, mamma sagði sko að fólk á þessum tíma sagði Hrafnin flýgur að aftan inn eða eitthvað. Oh my god Þegar nummer 2 kom út, það fyndið sko. Mamma gerir svo gott observation eða góð aðtöðsend þegar við vorum að horfa á Hrafnin flýgur, bara að það er ein kona með þessum gaurum hana í endan, þú veist, að sjá allt. Að sjá Það er allan reyndar þvottinn, satt. allan matinn, Holy shit. bara það meikar ekkert sens. Shit maður Þetta er absolutt Þessi crap mynd er ekki skemmtileg fyrir neitt. Nei, það bara Mér finnst það ömurlegt. unfortunately mjög gaman að Já, horfa ég meina á þú veist það er skemmtileg horfna að því hún sökkar. Já, En það er mjög gaman að horfa. sumum finnst hún nefnilega góð sko. Nei. Gamalt stöf, gaman að tjekka á því. Ok, Gamalt stöf. Næsta sem ég hef underrated er sjónvarpsþættirnir Andor. ok Ég menn, þeir eru samt mjög highly praised. Já, en þú veist, mér finnst ekki nógu margir hafa hort á. Ég- Þótt að já. mjög margir hafa hort á, þetta eru einu bestættir sem hafa verið gerðir. Ég nenni þetta ekki er- að horfa á það sko Af því þetta er náttúrulega Star Wars sko. Þú veist. Líka af því að þýmin og bara eru svo fucking góð Já, í þessari mynd, nei Mm. mynd, þáttum. Þáttum. Og bara þú veist, suma senur eru world class. Bara Bill Skarsgård. unbeatable stundum. Nei, Stellan Skarsgård. Stellan Skarsgård. Hann er crazy sko. Hann er fáránlega góður í þessu sko. Ég búin fyrst seríuna, ég mun horfa á seríu 2 bara... Sería 2 er besta sería sem ég hef séð. Nei, ekki besta sería, ein besta sería sem ég séð af einhverju sjóðsafni sko. Ok. Ég veit að Gunnar er sammála ykkur Já. En ég er alveg Ég ekki og Gunnar þarna vorum að horfa á þess á svipum tíma. Ég horfði, af því hann var svo spenntur fyrir þessu, hann kláraði þetta á undan mér sko. Hann Já, var ok. bara fastur við sjónvarpið þegar þetta kom út sko Og hann sagði hvað season 2 var fucking góð, þannig ég þurfti að horfa á season 2 og það er Er það unbeatable slegið? sko. Það Nei, er, sko, það er upp þér með fyrstu 4 Game of Thrones seríunum sko. Já, Ég held ok. að þetta sé alveg, þetta er örugglega vanmetið af því ég meina þú veist Gunnar er aldrei fastur fyrir frá sjónvarpið en þegar hann var að horfa á þetta þá var hann bara Maður locked bara, in þegar maður byrjar á season 2 hættir maður ekki þang til maður er búið með season 2 sko. Ég var Þetta er einmitt ekki fyrir að mig sko Ég var einmitt að bingea fyrstu 5 Game of Thrones seríu Já. eftir bara síðan ég horfði það upprunalega. Hættirðu Þegar ég á- var 11 ára. Hættirðu þegar þú varst komin í Ég, seríu 6 ég ætla bara að stoppa í 5. Já, ætla ekki að horfa nummer 6, 7, Já, 8 nei, ég er bara Náttúrulega bara 6, 7 En þú veist, nummer 8 er náttúrulega bara En vandrarlegt það er besta sjóasendi sem hefur gert sko. Ég Bara, finnst, mér sería 6 fyrir alveg frekar góð sko. já, það er alltaf 6 var ekkert eitthvað léði. Ég Veitu, bara hvað var eftir að gerast í henni? Það er hann að þegar Jon Snow stormar Winterfell og næri því aftur og síðan þegar Já. hann að
Cersei spoilers bæði við fyrir spoilers fyrir Game of Thrones fyrir 10 ára pluss á sjónvarsveitni og þegar Cersei springur septið með öllum og Já, mér fannst Serja 6 alveg fín sko. Hún var ekkert jafn góð og hina samt sko. Nei, hún góð sko. Worldbuildingið og storyið ekki alveg gott en samt momentin eru aura hype moments þannig að það fínt sko. Það er ekki það sem ég horfi Game of Thrones af fyrir náttúrulega horfum maður á fyrstu 5-4 seríunar fyrir náttúrulega allt en þú seríu 6 þá er maður svona mér langar alveg að horfa á þetta sko. Seríu 7 og 8 þá fyrir allt að vera ass. Svo sammála, oh my god Gods I was strong Ég reyndar alveg smá meira að segja þetta því að þetta sko það er engin svona force karakterar í Andor og það er engin gíslasverðan af því að og maður sér hvernig rebelljónið að byrja eða eitthvað dæmi og maður sér hvað venjulega fólkið að gera í staðin fyrir hvernig það í universinu í staðin fyrir að sjá bara maður sér svona bjúrokrata og governmentið og svona það er cool sko af því þetta er svo mikið meira mature heldur en venjulega svona Star Wars eða svona eins og Star Wars venjulega það er kannski aðeins minna fyrir krakka en krakka getur náttúrulega hort á þetta krakka getur hort á þetta og það myndi vera enjoyable en þetta alltaf mikið þetta krakka getur hort á Star Wars þetta er bara en af því að það sjæir ekki frá því að vera meira mature og vera bara pík sorry ég dissociate það hard sko uppáhalds recent Star Wars projecti mitt sorry Anna, við erum að nörda sinni í Star Wars ég er alveg bara Star Wars nördar hérna ég er að hlusta uppáhalds, við setjum bara timestamp fólk nefnir ekki hlusta á þetta ég bara veit ekkert hvað að segja sko þeir segja fullt af orðum uppáhalds recent Disney Star Wars þættir mér eru hana ég náttúrulega bara Disney búin að gera Star Wars þætti en eru hana Acolyte ég bara virkilega elskaði Acolyte sko ég fannst það svo Star Wars-legt bardaðinir og allt og þetta skrýtna járnlór sem kom úr fucking gömlum einhverja Legends bókum og Cortosis það er svo cool sko mér finnst það eiginlega að vera það og bardaðinir rugglaðir mér fannst það að vera samt eiginlega eina sem ég fílaði við þættina mér fílaði þættina ekki að mikið sko. það er samt svo mikið þættinir að ég fílaði mér finnst action sequence að vera fín mér fannst samt eiginlega allt hitt vera ekki mér finnst það stórrænið hennar sko hvernig hún strákar sko mér líður eins og ég sé miðju heilablóðfalli af því ég veit ekkert hvað þeir eru að tala um við skulum, við þurfum að fara í genum annað þannig að ég ætla að segja þetta við getum tala um Star Wars já bara, oh my god mér leiði sér verið bara að fá heilablóðfall ég veit ekki hvað að tala um en ég ætla að segja þetta aðeins af því að næst erum við að fara í ofmetið mér finnst eiginlega bara svolítið vandræðalegt að það sem næsta sem er á listanum mínum er ofmetið ef þú segir Star Wars sko ég er að fara að vera jörði hérna það er Star Wars shit maður ég er að fara að vera jörði í þessu stúdíu og ég er hrætt en það er eitthvað að koma að hjálpa mér finnst shit maður sko, ok strákar Egill, ég held að bara ég ætla að reka önnu þetta er núna okkar pokkar jæja nei sko strákar ég ætla hear me out mér finnst Star Wars vera mjög ofmetið af því að þú veist, ok af hverju? Ég skal segja þér akkur sko þessar myndir eru frá þú veist hvað 70 eitthvað fyrstu myndir fyrsta 77 ok, alltaf ég skil alveg 76, 77 ég skil að fólk var að missa skítið sinn yfir þessu þá af því þá var þetta svo nýtt að nálinni skiluru allir bara eitthvað oh my god, þú veist, game eitthvað shit þetta var aldrei gert á þetta var gert, Stanley Kubrick 2001 já, en þú veist var gerð 60 eitthvað ok, slay, allt í lagi en þú veist, fólk er einum of passionate þessa myndir, þetta er bara myndir skilur, þetta eru bara myndir ég get verið sammála að sumt fanbaseið er fucking ass flestir Star Wars fans eru bara eitthvað skrýtnir sko. nei, þú veist, af því að það er unfortunately stort hlutfall af svona hægri sinnum konuhötunum sem eru í Star Wars fans það er óþólandi ok, þú veist, svo líka bara annað ég hef hitt fólk sem er svo mikið Star Wars fan það er byrjað að útskýra fyrir mig sko pólitíkina og eitthvað í Star Wars mér er alveg sama pólitíkina í Star Wars hjá einhverjum geimverum sem er ekki eins og til þetta er eitthvað fólk í The Force með einhver fucking geislasverð að berjast við hvort annað og fullt af einhverjum verum sem að gætu aldrei orðið til og fullt af einhverjum hvítum gæjum og
einhver svona stormtrooper búning, ég bara get þetta ekki strákar, það svo mikið vitleysa sko. Þetta er alltaf bara pólitíkin En ég samt Þetta er bara media og listins og allt annað ég bara complete opposite. Pólitíkin er eitt uppáhaldspartur. Andor allt pólitíkin. Ég get ekki sko, mér finnst þetta ekki skemmtilegt. Ég bara, en svo, then again, að þetta er bara mitt persónulega mat, skilurðu. Svo elska ég Loveland og þið eru bara eitthvað, hvað í fokkanum þetta að horfa. En þú veist, málið er það að þó að ég hati Star Wars og skil ekki, þá er ég samt ekkert, þú veist, mér finnst allt í lagi að fólk elska þetta, er bara, þú veist, áhugamál, þetta er list, skilurðu. Fólk er bara með sitt thing, svona, sem það er passionate og það er náttúrulega bara, fólk er passionate allan anskotan, sko. Nákvæmlega, en ég er ekki reiði verið að fólk elska þetta, en mér finnst þetta sannlega svolítið ofmetið, sko. Já, shit. Ég er ekki með þennan heila, þannig að ég get ekki verið með þennan heila, sko. Þetta eru bara myndir, strákar. Þetta eru bara myndir. Ef maður segja að eitthvað sé bara eitthvað, þá skiptir ekkert máli. Þá get ég sagt, þá skiptir bara ekkert í heiminum máli. Tónlist er bara tónlist. Málverk er bara málverk. Ok, allt í lagi. Ok, fair enough, allt í lagi. Your argument is valid. Stundum þarf maður, sko, ég meina, þú veist, ef eitthvað skiptir máli fyrir einhvern, þá skiptir það máli fyrir einhvern. Það er rétt, það er líka mjög rétt. Ástæðan af hverju punktar. Bara flest fólk er ennþá bara going on, er bara að gera stoff, svo að geti farið heim og gert eitthvað, horta á eitthvað, hlusta á eitthvað shit. Góð punktur, ég meina, þú veist, ég er það líka, skilur. 9 to 5 svo að geti farið heim og gett eitthvað og gett áhugaðan sín. Nörda yfir Star Wars, þú veist. Ég meina, ég nördu fullt af einhverjum hlutum sem að ég held að fólk sé ekkert eitthvað að nörda yfir, skilur. Þannig að þú veist. Ég er með þitt sama mindset þegar kemur af svona reality TV shows. Ok, reynda. Það er mjög valid. Og Survivor og hérna Bachelor og Bachelorette, það er ekki fyrir þig. Ég get ekki verið interested. Það er ekki hardwired í heila minn að vera interested. Nei, þetta er samt ástæðan fyrir því að þetta topic er svona skemmtilegt af því að það er hægt að, þú veist, það er hægt að bykra svo mikið þetta. Ég fá ekki elska það, við erum báðir hardcore Star Wars fan og við erum með mjög ólíka skoðanir á Star Wars. Þess var ég svona hrætt við að segja þetta. Eins og Ari elskar sequel-myndirnar. Mér finnst ekki það. Ari finnst Last Jedi verið í top 3. Ég fíla ekki Last Jedi. Elska Last Jedi. Ég skil af hverju, ég fíla ekki af því að ég hata konur, sko. Ég fíla ekki. Hatar konur? Nei, sko, það eru skeið margir sem hata myndir, sko, af því að Jediin er kona. Af því main character en það er ekki ástæðan okkur mér finnst Last Jedi og Rise of Skywalker hatur er samt svolítið stórt orðið ekki ég hata það ekki, mér finnst það bara ekki góð ég hef mjög mikið problems með það og það er mjög valid mér finnst Force Awakens vera góð mynd mér finnst Last Jedi, Rise of Skywalker ekki góðar út af writing reasons ekki út af því að konur en maður fann í Star Wars writing reasons maður má ekki Phantom Menace það er góð sökkur líka en ég vil kannski hætta að tala um Star Wars það er ekki Star Wars við setjum bara timestamp ef fólk nennir ekki að hlusta Star Wars bara það getur skipið Star Wars bara skipið Stavros umræðinni Stavros oh my god en ok, Ari, hvað finnst þið vera ofmetið svo kemur ég á Ara Loveland erum við í ofmetið? Við erum í ofmetið, ég var að segja Stravos mitt næsta ofmetið er að borða morgumat ég er svo fucking sammála sko það er svo langt síðan ég borðaði morgumat ég borða aldrei morgumat ég er ógeðslega sammála ykkur en ég þarf alltaf að borða morgumat af því að ég verð að taka lífið mín með morgumat það satt actually pirra mig að ég þurfa að borða morgumat af því að áður en ég fór á MS-lyf þá borðaði ég aldrei morgumat mér fannst ekki ég er ekki með list á morgnana skilurðu þú veist það er saman hjá mig ég er ekki svangur þegar ég vakna nei, mér langar ekki að borða eftir svona 1-2 klukkutíma þegar ég vakna ég brísa það bara alltaf inn í lunch sko brunch nei hvað segir maður þú veist segway er það nei maður harkar það þú veist svona fastar er þá maður bara harkar að sér þannig til hátíðismat þú tekur brunch það er til orðið fyrir þetta sem ég man ekki eftir að meina fuck ég veit það þú veist hvað ég er að tala ég veit ekki hvað ég er að tala ok, en ég er mjög sammála ykkur ég myndi aldrei borða morgumat ef ég þyrfti þess ekki mér finnst það, ég gerði aldrei mér fannst það bara mér langar ekki að setja eitthvað upp í mig á morgnana ég strákar þú smeit í skrýtna átt sko ég er virklega ok við erum mjög ómetið það er eitthvað sem þér finnst ómetið það sem ég finnst ómetið nú til dags eru nútíma hús og húsinnrétting ég með þetta líka oh my god, já ég skrifaði svart, grátt, hvítt innanhús hönnunartrend já þú veist, mér finnst bara nútíma
hús og innrétting vera lame. Það tala utan og innan. Ég að meina sko, já, ég þú veist, eins og hús núdags ekki hræðileg, heldur þau eru boring. Þau eru fucking boring. Og sérstaklega húsinnrétting, svona sem eru búin til þess að vera húsinnrétting. Mér finnst það mjög stór lína hvað hús og hvað heimili. Vá, hvað ég sammála. Eins og þú veist, eins og að ég heim í blokk, ég myndi frekar heima einhver staðar annars staðar heldur en ég heim í blokk. Ok, allt í lagi. Ég reyndar hef átt heim í blokk og mér finnst það allt í lagi, skilur, en blokki mín var samt drullu ljót. Þetta bara svona litli kassar og dingalingaling, sko. Mér finnst þannig ekki vera fínt, sko. Eins og þú veist, við erum Gen Z, við erum bara hefnir að geta keipt hús einhvern tímann, sko. Ég teg bara hvað sem at this point, sko. Já, eins og þú veist, að ég heima út í sveit, eins og þú veist, það mjög cool hús, mjög fínt hús, mjög þægilegt hús, af því það heimili. Já, þetta heimili, þetta svona hús. En þú veist, hús núdags sem eru bara, þú veist, kubbur pluss einhver fuck-ass ljós og innrétting og þú veist, líka skiptir máli náttúrulega fólki sem á heima inn í húsum eins og þú veist, eins og einhver millennial kona sem hefur ekki taste í innréttingu og er bara með eitthvað með þú veist gráan sófa og kannski nokkra plöntur einhvers staðar og allt hitt svart-hvít og bara púp. Ég verð að vera sammála þessu með innanhús dæmi, sko. Mér finnst svo pirrandi hvað innanhús hönnu núna, það bara allt svart, grátt og hvítt og þú veist, það actually eiginlega bara allt heima hjá mér, svart, grátt og hvítt en það bara þegar það eiginlega eina úrvalið, skilur við. Já, en þið samt búin að mála svona skemmtilega lilla bleikan og eitthvað. Lilla bleikt og fjólublátt og við erum með rauðan soffa og þið náttúrulega með líka, þú veist, þið eru með posters og eitthvað shit uppi. Já, við erum með posters sem gerir þetta af heimili í staðinn fyrir bara fyrir aftar þið. Já, og símaður. Já, og síðan Osborne að öskra með hana. Svo erum við. Ég svo pirraður hann og svo sem ég sé ekki. Ég bálreiður. Ég líka bálreið, en þú veist, hvað gerir maður ekki fyrir börninni, en þú veist, nei, ég að segja, við reynum að gera hús okkar sem minnst svona svartgrátt hvítt, en þú veist, það bara frambúðið í dag allt sem til í eins og með maður fyrir rúmfattalæðurinn eina sem maður sér einhver fuck-ass shit, sko. Eitthvað grátt já. En þú veist, já, ég sammála og þú veist, líka bara arkitektúr frá fyrir ekki þið jisk já, það meinti það en þú veist, eins og arkitektur bara eins og Ítalíu, skilju það er bara crazy höggmyndir og kirkjur sem eins og í Flórens og eitthvað bara úthögg við shit, skilur munurinn á ljósastaurum þá og nú crazy þannig ég sammála, þetta vanmetið overrated. Mér finnst Ítalía náttúrulega búin að hafa endast tíma til þess að þróa sína menningu og bara frá því að Rómverjar voru til, sko. Þróa sína menningu Ég ekki að fara að tala um Rómverja. Þeir eru með aðeins meira diverse hús. Nei, ég bara að tala um að því að þeir eru bara svo lengi í bransanum í að gera hús og allt svona. Þú veist, það náttúrulega ennþá bara að vera að byggja endalaust hér, sko. Ég skil hvað það meinar. Nú ætla ég að fara í vanmetið aftur. Það sem mér finnst vanmetið, strákar, góður klósettpappír. Þú veist. Ég mjög saman. Ég mjög saman. Maður appreciate þetta ekki þangað til maður fær hræðilegan klósettpappír. Nákvæmlega, þú veist, ég fer ekkert að þurrka bara eitthvað mitt allra heilagasta með einhverju fucking sandpappír, skilur. Þú veist, en maður með bara eitthvað ógeðslega lítinn og mjóan klósettpappír, það gæti þess sem bara verið fucking kóngulóvefur eða bara, þú veist, nota höndina sína í staðinn. Já, bara höndin, þú veist, eða laufblöð eða eitthvað, ég veit það ekki, skilur. Ég vil bara mjúkan. Nú lendi í þörf út á túni þegar maður að vera á traktor og það var bara að leggja út í kant og nota smá græs, sko. Já. Upp í háls, það eitthvað kindur. En ég meina, þú veist, Þetta með gauð sem tók sokkana sér og Já, við notaði þá sem klósettpappír. Shit. Svo veit ég annan sem notaði bara svona fífilblöð. Niðin kennur nögtum manni að skeina sér. Já. Nei, þetta er bara sem mér er bara vanmetið góður, mjúkur, þryggjala klósettpappír þar sem að langa töng fyrir ekki í gegn, skilurðu. Þeir segja það. Þetta þannig bara the old surprise. Ég að segja það bara eittur og húm, skilurðu. Já, ok. Þú veist, pucker up því. Nei, heyrðu, fattið mig. Þetta er vanmetið. Fara góðu klósettpappír vanmetin, sko. Ég sammála, sko. Ég er sammála, ég er mjög sammála. Takk fyrir að vera sammála. Þriggja laga helst, sko. Þriggja laga bara mjúkur. Já, mjúkur. Bara luxus klósettpappír, sko. Það er eitthvað sem ég segð mér meira. Ef það er eitthvað sem ég spara ekki pening í þá er það klósettpappír. Ég er mjög sammála, ég bara hef ekkert meira að segja því þetta er klósettpappír. Já, bara segja. Ok. Klósettpappír er ekki það sama klósettpappír, skilur. Börnin fá ekki að borða því það byrjar klósettpappír. Nákvæmlega, sorry krakkar. Það þarf að gefa börnum klósettpappír. Ok, strákar.
Ég get ykkur ekki Mitt vanmetna næst er paprika á pítsu. Ó, ég svo sama Paprika á pítsu. Paprika á pítsu Ég vil að fleiri setja paprika á pítsur. Þetta er synd og, Þetta er ekki synd. og Jesús mun brenna þig. Þetta er shit, sko. Er Jesús til? Ég sá hann skólum daginn. Já, ég veit, þú sagði mér Ég held að sé bara kæristæðin, sko. Hann er nú Ok, nálægt. reyndar, vá Það reyndar, já, Gunnar Gunnar er smá Hann lítur út Jesús. svo White Jesus. Hann lítur út svo White Jesus og John Lennon blanda saman Já. Bara aðeins meira sætur Ég er ekki sammála þessu, af því að maður finnur ekki bara neitt bragð að neinu nema papriku. Sama með ananas. Ok, ananas, Og sveppi. ég hata ananas á pítsu sko Mér finnst það Hata vera nákvæmlega sama. Nei, mér finnst það bara bæta Mér aðeins, finnst það vera nákvæmlega sama á ananas. Mér finnst ekki við, mér finnst það. Nei, ananas er fokkin, það er bara ekki svona sætt bara á honum, Disgusting Ég er að meina sama effekt. Hata ananas á Ég pítsu er að meina sama svona overpowering. Þetta er eins og þegar þú setur banana í smoothie. Einu bragð sem maður finnur í banani. Sammála. Ég reyndi að veik hvort að segja, Já. en það er ekki þannig, sko. Þetta er bara nákvæmlega því. Eina lyktin sem maður finnur er paprikan. Eina bragðið sem maður finnur er paprikan. Eina textur sem maður finnur er paprikan. Nei sko, Egill er heated, krakkar Önnu finnst þetta Ég er bara mjög sammála Ara sko Mér finnst paprika Ekki geggjuð sammála. Við deilum oft Ég er að segja þér sko Við deilum Góður oft í pítsu paprikupítsu Það er eða sko eitthvað. paprika, pepperoni, piparostur The triple P sko Triple P. Triple T. Penis, pussy and Ok, wow Pringles. What? Strákar, hvað gerast? En ég er sammála Paprika er mjög vannmetir á pítsu Já. Og sveppir líka, to be honest Nei, sveppir ógisli. Ég er ekki Sveppir er sammála. Ég geggjaðir. er ekki sammála hana. Nei. Ok, alltaf Það nú ertu gengin og Fór ég gengin út og af spórinu Það er þetta svolítið spólu, sko. En Sæll og paprika, já. blessaður Oh my god, wow Já. Já. Hvað sem að þér finnst vera Það er ég. vannmetið Það er þú Það er Skarpíðin það aðtöð sem við erum að gera underrated. Ok. Ég elskar þetta skarpir að. Við erum að gera underrated. Það ekki. Underrated. Það sem mér finnst underrated er að geta deep diveð inn í eitthvað efni. Já, það var að býta Ok, já, hvað séu, geta deep Dýpfróta. Nei. Er að geta deep throata Ok, já, hvað séu, deep Það er að deep dive í eitthvað efni. Mér finnst ekki gaman að Eða maður kafa getur gert það. Það er eitt svona Það tala með svo við Ég er að meina Star Wars já, á eins og ef maður getur deep diveð í eitthvað efni Ég held að vera að tala um kafa eins og þú veist, eins og Star Wars eða Lord of the Rings eða bara eitthvað svona efni. Það er eitt af svona, ef maður getur gert það og fengið enjoyment úr því. Það er einn ástæðan af hverju ég fíla ekki sequel Star Wars myndirar, er að því að ef maður reynir að deep dive þá er það ekki rosalega gaman. Ég er ekki samlaði. Ef maður dýpta er þá kennst maður að það er Strákar, ég er hætt Já, í Star Wars ok, umræðum, Star sko. Wars, en já. Nei, bæ, sko Mér finnst að vera underrated að gera það og deep dive og finna meira út í universe. Já, ég er reyndar alveg sama. Úr hlutinu sem maður er að horfa sem maður getur enjoyað það meira. Ég Já, er ég er sammála, sko. ógeðslega sammála Þetta er bara svona Þess vegna get ég ekki hort á reality TV shows að maður getur ekki gert það. Ok, það er reyndar alveg rétt Það er svona Það er nú Gott skot. debatable, þú veist ég. good shot En já, þú veist, ég er satt alveg geðvikt sammála Þú veist, ég deep dive Ég obsessa yfir hlutum eins og bara remote places Ég obsessa yfir því Ég obsessa annað daginn- fucking mikið yfir geimnum Hóruðu að þáttinn, hvað var þáttur á númer? Tekkið þáttinn út fyrir endimörk alheimsins Já, útfyrirandi var alheimsins. Og ég obsessa helling yfir geimnum sko Bara be prepared Við munum tala um geimin í þessu podcasti Ég obsessa Nice. yfir svo mikið af hlutum Heimsmetum, samsæriskenningum Öllu, skilur, deep dive í svona shit Og unfortunately Ari ekki hata mig, Harry Potter En hérna Before, you know And anyways The þarna- tragedy. Yes, before the tragedy, unfortunately Chapter 8. The tragedy. The tragedy. En hérna Ég er sammála Já, ég er sammála. Það er mjög gaman að gera dýta við eitthvað, já. Þetta var góð punktur Egill Við ætlum aftur í ofmetið, overrated Overrated. Overrated. Overrated Overrated. Næsta sem að mér finnst vera overrated er kaviar Kaviar? Ég er ekki að tala um kaviar í túpunni Ég er að tala um svona kaviar fancy Já, svona kavíar. fancy Fancy kavíar. Ég hef ekki smakað það. Ég ekki heldur. Nei, ég hef smakað hann Það er bara ógeslegt Bara eitthvað, við ætlum að finna luxusmat Hvað finnst ykkur um hérna ófrjókuð fiski Bara þú veist, oi Ég er alveg mjög sammálaðið með þetta lítur ekki út fyrir appetizing sko. Nei, Þótt ég þetta meina- sé- Þetta er Ég viðbjóð meina þetta er sko. náttúrulega að því þetta er reyr hlutur en þú veist, þetta Nei, er þú veist. ugh. Ég fór ég man ekki hvert ég fór En við fengum brauð, eitthvað snittubrauð Með eggjum og kaviar og einhverju Hvað var þetta? Minnir að hafa verið í borgarleikhúsinu Já. Borgarleikhús. En já, við fengum eitthvað snittubrauð með einhverju áður en við fórum á eitthvað leikrið sem var geggjað. En ok, hræðilegt, ég hata leikhús en þannig að það var svona brauð, veit ég hvað mikið af fólki þarna Já, Jesus. Ok, það var brauð með einhverju drasli
smjöri og svo svona svartri kavjarleðju og þetta eru bara svartan kaviar. Já, þetta er bara svona svarta litlar kúlur bara ófrjóku fisk, þetta er bara ég skil ekki af Sumir hverju elska þetta, sko. af hverju er þetta svo mikið lúxusfæði. Ég hef hort á Gordon Ramsay gera þetta, eða processið það er mjög cool process Já, með hana fiskólu. Já, með fiskunum, það er cool en þetta lítur ekki út fyrir Nei, appetizing þetta er ekki gott, sko. Sama á við ostrur, þú veist, ég skil ekki af hverju það er luxury Ég hef ekki food, smakað heldur, sko. Nei, það er bara eins og að borða heitt hór. Bara fullu munnur að kommi, takk fyrir penn. Nei, ég segi svona. Skemmtilega áferð. En já, þetta Hvernig bragðaðist? Hvernig veistu það? Hvernig veistu hvernig það Hætti, stopp. Nei, ég er að tala um Hvernig bragðast? kaviarinn. Já, kaviar, já, Ég er ekki að fara að tala um hvernig bragðast Nei, kaviar, hvað heldur ég sé? Hvernig bragðast kaviar? Illa, mjög illa. Ég get ekki lýst bragðinu. Saltað. Já, Er það mjög distinct þetta er bara, þú veist, taste eða? Er bragðast ekkit eins og neitt annað? eiginlega, mér finnst það ekki. Mér finnst það bara líka sambland af eggjum og kaviar var svo fokkin vond. Var egg á þessu? Þetta var snittubrauð með eggi og kaviar og einhverju sétti. Þetta hljómaði svo ekki martröð Þú veist, nei, sko, áferðin var svo ógisleg. Þetta var svo viðbjöður, sko. Það er samt að fá að smakka kaviar. Já, þú verður að smakka kaviar, en mér finnst verð þetta eiginlega að alltaf highly overrated, sko. En mér finnst hins vegar kaviar í túpu alveg fínt og hún egg, skilurðu. Svona Já. appelsínugulur kaviar. Kaviar er fít Bara langt fyrir feppin hann. Fínt og hún egg, þú veist, ég fer ekkert að kjósa að fá mér kaviar. Það er frekar gott. Ég bara borða það aldrei. Já, mér finnst það. Það fæ sér ekki ristað brauð oft, sko. Nei, ég veist, ég kann bara með kaviar. Nei. Þú veist, ef ég verður að fá mér rista brauð og fæ ég mér alveg bara low-key ekki kaviar á það, sko. Fæmist þetta stundum í hátíðismat, þú veist, rista brauð með ósteð og hvað, Þú ert búin að hætta við morgumatinn. Ég fæ mér ekki morgunmat. Nei. Ok, Ari. Hvað finnst þér ómyndið? Mér finnst sjálfshjálparbækur mjög ómennar. Mér finnst það vera bara hakk og mér finnst ekki vera neitt innihaldsefni í þeim. Gauir, hefurðu lesið meðvirkni eftir Píu Melody eða? Nei. Hún er mjög góð. Ég er samt meira að tala um svona, þú veist, Tony Robbins. Secret, já, Tony Robbins, Rich Dad, Poor Dad, 48, Laws of Attraction eða eitthvað svona dæmi. Ég hef ekki lesið neitt af þessu. Já, þú veist, svona dæmi sem er bara gert til þess að skema fólk, sko. Ég hef reynd að lesa The Secret. Mér fannst hún samt alveg bara góð, sko. Já, en þú veist, Mér fannst þú góð. maður getur ekki bara eitthvað, þú veist, Nei, og þá kemur segull og dregur eitthvað að Alls ekki, nei. Þú veist, þetta er samt meira bara svona, þetta er meira bara svona hugarfar. Þú veist, þetta er svona, hjálpa mann ekki að breyta hugarfarinu þó náttúrulega, þú veist, þetta er kannski ekki eitthvað heilagt secret, þú veist. Þetta er ekki neitt. Nei, þú veist, þetta er alveg fínt að lesa þetta, svona peppa maður svolítið áfram. Það getur engin umskipt af hverju það er fínt að lesa. Sko, af því að þetta svona breytir hugarfarinu manns að vera bara, ok, ég ætla að vera meira optimistik á lífið, skilurðu. Ég getur verið optimistik á þess að lesa bók. Já, ég líka, en mér fannst alveg fínt að lesa bókina, Secret. Ok. Ég hef satt ekki lesið hitt sem þú varst að segja, en ég var byrjur reyndar á einhverju bók. Það er svona, how to make money and fuck over your friends. Ég hef ekki lesið það. How to get as infinite bitches 12 ways to get what you want from people and take the money. Þú veist, svona... Er það til? Þetta er svona það sem Það er ekki til. Fjármálagaurar að fara í Ok. Ég bara hef ekki lesið ég get ekki myndað með skoðun á þessum bókum að ég hef ekki lesið þær. Mér finnst samt The Secret vera alveg góð bók. Já, ok. En svo var önnur bók sem ég var náttúrulega meðvirkni bókin er líka mjög góð mér finnst það. En ég las eina eftir Tony Robbins og hún var ekki mjög góð. Nei. Þú veist, hún var alveg bara svona Tony Robbins er samt svona hann mér það frábær samt sko. Ég þóli hann mest af þessum frellum. Mér finnst það bara mjög fín. Hann lítur úr fyrir að vera genuine nice. Hann er genuine, bara allt sem ég sé allan er genuine með honum. Já. Nei, þú veist, ok, kannski finnur fólk eitthvað í einhverjum svona bókum, en ég er að tala meira svona scam sjálfshjálparbækunar, sko. Þú veist, sem er ekkert inn í hans en í. Já, ég er örugglega sammála því, sko. Það er örugglega einhverja sjálfshjálparbækur, góða sjálfshjálparbækur til, sko. Ég er ekki að... Hvað finnst þér ill? Ég get ekki haft mikla skoðun á þessu af því að mér get ekki verið meira saman þess að fokkin bækir, sko. Þú ert ekki með lestrarhestur? Nei. Já, ég þarf að lesa þessa bækur. Mér langar að lesa þér af því að annarkvort mun ég fíla þér eða cringe yfir mig. Já.
ég fekk einhverja bók How to not, þú veist, care about anything eða eitthvað, bara what? You care too much. Já, þú veist, ég bara, er það ekki gott að vera saman, þú veist, nei, að vera ekki saman hluti? Já, hana líka, ég er ekki búin að lesa hana. Hvað meinarðu? Ég er ekki búin að lesa Ég hana. las hana, bara, þetta er mikið slopp, sko. Shit, bara ok, ég ætla ekki að lesa hana. Þetta er sloppbók. Ég ætla ekki að lesa hana. Já, ég Ég elska fekk hana orðið líka. Ég kláraði hana ekki, sko. You care too much, bara eitthvað, ok, Hvað meinar? slay. Nice. Maður á að kera hluti. Já, Það er bara human. sammála. Damn. Já, ég gera Ég ætla að gera, hvað finnst þér að vera ofmetið? Overrated. Það eru Apple vörur. Nei, Herru, bæ. Út með geruna. Út með geruna. Hvað gera bara af því að ég á Samsung alltaf því Oh my god. alltaf því ég hef prófað Apple vöru það bara púp. Mér finnst það vera mér meinar finnst það bara nei. Herru, Egill, þannig erum við mjög ósammála. Sko, af því ég er með Samsung mér finnst það bara vera sko einmitt út af þessu af því að allir já, þú ert með svona láglauna fólk síma. Oh my god. Strákar. Þú veist ekki hvað þessi sími kostar mikið, Lágstjættar sími. þessi sími Gauð, þeir kostast miklu meira en Apple símar, sko. Þetta er bara svo Held ég. fyndið. Já, runda fokki fyndið. þú veist, af því ég keypti sími sem ég á svipa mikið og venjulega Apple sími kostar og hann er með tvöfalt betri og meiri features heldur en Apple sími. En þeir eru bara svo, þeir eru alltaf frjósar, svo hægir, þú veist, Apple Það er my fljótt. thing, sko. Þú veist, ég þoli Svo segir ekki. eitt, síminn sem ég er með núna Síminn? hefur aldrei gert það. Ok. Bara, þú veist, er mest smooth sími sem known to man. Það getur verið með, þú veist, bara, getur verið með ég get haldið inn í takka sem, þú veist, og ég get ítt á eitthvað og hann mun leita því á Google og það er geðið precise. Bara Ok. hvern einasta hlut sem er. Ég get talað í Siri Ég Valid. get líka og talað hún við svarar stundum ágætlega. Ég get líka verið með þannig það er líka þannig í Samsung sem gerir það nákvæmlega sama og er betra og þú veist það er bara hvert einasta feature og þú veist líka að því að maður er með back-takka maður er með home-takka maður er með takka fyrir allt Maður þarf ekki taka, maður gerir svona. Já en þú veist, já sem er svæpar. fucking ass Nei, það er ekki. Ég þarf að hafa takka sko. Sko, Ekki ég. ástæðan okkur ég nota Apple er að það er, mér finnst það miklu, ég var einu sinni mjög mikill, ég fekk mér alltaf Samsung, sko. Ég keypti mér alltaf Android síma, sko. Ég átti LG og ég átti Samsung og ég átti Same. ég átti fullt Android shiti, sko. Bara, en svo fekk ég einhvern tíman iPhone 4 síman frá önnu, held ég, Slay. sem ég týndi Svo slay. einhvern tíman. Hann var líka sími, hann var þykkur, sko. bingoferð og við vorum að leita á hann og gett lengi og geðvið pyrrandi dagur. Þetta er svo specific. Ég man svo vel eftir þess að því ég týndi, þetta er svona fyrst skitt sem ég týndi símanum Oh mér. my god, Það sökkaði, sko. Shit. Og já, bara eftir ég fekk iPhone og sá hvernig iPhone var, ég get ekki farið úr iPhone, sko. Bara, Ég skil það alveg en þú veist og því að það er náttúrulega sama með mig með Samsung mér finnst það bara með meiri features og þægilegri features ég þarf ekki það mikið features, þannig að mér langar frekar í einfalt Ég er að meina- fast operating Já, ég er að meina sko, ég er að meina að því að þú veist, að því að maður er með choiceið til þess að hafa það og sem Já, hjálp, sem er allt handy fyrir everyday task. Ég bara hata, þú veist, lyklaborðið í Android. Ég líka. Ég hata letrið. Ég hata lyklaborðið í Það er iPhone. alltaf því þú notar Android. Já. þú veist, En þetta þú er svo er líka bara- Þetta er, þú veist, munur á móti flink og flank. þú Ég veist. var svo líka bara önnur upp sem er ekki til í Samsung, sem er til í iPhone Já. og Apple vörum. Og náttúrulega vice versa sko. Já, já. Á. Og náttúrulega, og þú veist, mér finnst bara meira care fara í Samsung-vörur og mér finnst Ég er reyndar ekki svona því. Mér finnst iPhone vera allt of mass-produced og mér finnst það kosta allt of mikið. Mér finnst það opposite. Mér finnst Samsung vera mass-produced Ok, mér finnst bara- og þetta náttúrulega allt mass-produced. Já, mér finnst Ég þú... meina allt of Ég meina að þú hefur ekki rámt fyrir þér, sko. Þetta er Ég er fucking... náttúrulega, mér fánulegt að koma mjög út dýrt. sími á hverju einasta ári, sko. Mér líka. Þessi Samsung sími það, þú veist, það tók mörg ár að búa til hennar síma og það Já, mun já. ekki að taka mörg ár til þess að næsti sími kemur út. Mér er sama En svo, ég kaupi aldrei alltaf nýja. Ég er mjög sammála að það er mjög fánulegt að kaupa alltaf nýja og nýja Apple og þú veist. Mér finnst það sem mér finnst mest pyrrandi við Apple er hvað það er mikið svona
hei, við erum að búa til nýjan síma, Já, þetta hérna ég er sammála því. þetta mun kosta, þetta tölvustand hérna mun kosta þér $1,000. Vandrarlega mómentið þegar ég er með iPhone 17 Pro Max. Yeah. Já, shit, sko. Gott content creation. Það er þetta helviti gott content creation. þú veist, þetta Það er líka myndar. Það var business decision, það skiptir ekki. Ég geti, þú Það veist, er rétt. ég veit að þessi símar eru alveg bangers, eru alveg mjög góðir, en baby. ég fæla Bangers. ekki hvernig Apple höndlar produktið sitt og hvernig það prodúsar það. Ok, Já, ok, ég meina Valid point. Já, næsta strákar sem mér finnst vera vannmetið að geta loksis pissað eftir að hafa haldið því inn í ógeðslega lengi. Nei, sko, ég er ekki að tjóka. Þegar maður er bara Þú ert í lagi, sko. Nei, ég er að tala ok. Þú er kannski búin að vera að keyra í marga tíma og það er engin fucking bensinstöðu opin, þú ert bara að pissa í motherfucking buksurnar. Já. Svo loksins kemstu á klóstu, það er bara svona Bluetooth connection næstu í áður en þú ert komin á klóstu. Þú næstu byrjuð að þegar pissa. líka minn veit þú ert að Já, fara líka með bara klósettið. veit, ég er alveg að fara. Svo loksins nær að pissa og bara Þetta er stundum svona þegar ég kem út úr fjósinu eða eitthvað og ég þurfti, þú veist, og ég vissi ekki ég þurfti að kúka þangað til ég kem inn og það er allir bara Bara raskandi bara, oh my god, það var að hugsa um að kúka, við erum að fara að kúka. shit, við þurfum að fara að kúka núna. Bluetooth connection. Þú veist, þetta er svo rétt. Þú veist að reyna að komast úr fokkin fjósafötunum áður en ég bara brækur mín að vera bara eitthvað sludge. Egil, þú ert fucking Þetta er bara, þú veist, shit. Ég geti ekki, sko. En þetta er allavega, já, mér finnst þetta Þetta er góð punktur, sko. Já, Já, ég, When you pull up to the urinal en bara það er gott að pissa, sko. Ok. Það er Ég elska að það er gott opportunity að nota sipuljóðið. Já, það er svo góður í að gera sipuljóði, sko. gaman. Rendu fyrir aftur líka. Ok. Ok, Ari, vannmetið á þig. Næsta vannmetna hjá mér er klassísk tónlist. Klassíkal tónlist. ég er tala svo um fokkin Mozart. sammálað. Ég er að tala um, ég er ekki mikil Mozart fan, en ég er meira fyrir svona Verdi, Tchaikovsky, Debussy og þú veist, þannig fræla, svona meira svona epic Ok. fræla, sko. Ég- Mozart er alltaf mikið í Hann er alltaf mikið að show off, sko. Já, þú veist, bara hann er mikið í ekki, þú veist, þú veist, Meira að gera svona hann er í Já. festivaltónlist, sko. Já. Ég held bara að ég sé ekki nógu vel að mér í klassískri tónlist til að hafa skoðun á þessu. Nei, ok. Að þú veist, alltaf þegar ég var að læra píanó þegar ég var yngri, þá fannst mér svo leiðilegt að spila Beethoven og Mozart og eitthvað svona dæmi. Já, ég nefnilega, sko, ég er ekki mikið Beethoven og Mozart fan, Nei. sko, bara, þeir eru náttúrulega bara frægastir. Sinfónía sem við hlustum daginn, voru þau að spila klassíska tónlist eða? Á geggjað, sko. Sinfónía? Danska sinfónía, maður. Já, DR Concert, þú Já, já, jú, jú. Þeir spila, já, Þeir varst að spila líka þeir bara spila movie. mikið af, sko, klassískum sinfóníum og Ég fílaði það. en þeir gera mjög mikið af, sko, Movie tónlist já, og svona tónlist og movie scores, já. myndum og tölvuleikjum Það var og geggjað. öllu svona. Við vorum að hlusta á Við vorum að hlusta svo mikið. Skyrim með Eivur og eitthvað. Zelda tussur. eitthvað. Það Nei, sko, geggjað. þetta var- Pieces of shit, sko. Nei, þetta var geggjað. Ég fekk gæsóð og næstu my tár, fucking sko. God. Og Baldur's Gate líka, held ég Já, með Ég er að Eivur. horta á það vídeo. Já. Já. Það er eitt besta sem ég fokkin hlusta á. En ég held bara að ég sé ekki nógu vel að mér í klassískri tónlist til að hafa skoðun, sko. En Agent 47 kemur hana Hvað? í Raphaels hana Já. Svo ekki snill, sko. hvað? Tölvuleikir. Já, nákvæmlega. Þetta voru tvö reference í einu, sko. Já. Sló 2 tölvuleikjaflugur í einu höggi. Ok, það Eil, hvað finnst þér vera? Mér finnst það vera ég er mjög sammála þessu. Af því að mér finnst klassísk tónlist vera mjög impressive. Já. Af því að Það er rétt. af því að þú veist, maður er með öllu Hún er sín það. hljóðfæri, maður þarf að kondukta það, maður þarf að skrifa allt niður á blað og eitthvað shit. Í slæði fyrir að Það er bara eitthvað organic við að hlusta á það er svo- það einhver er svo- spil á hljóðfæri. það er svo raw. Já. Það er svo mikið haft fyrir þessari tónlist. Já, Þetta er nefnilega. bara svo, þetta er svo mikið svona Það þurfa meistaraverk. allir að vera ógeðslega góður Já. Og in sync. og margir að Já. þeim. Þú veist, það er NSYNC. mikið af ógeðslega góðu fólki sem er að spila saman tíma og þú veist, já, bara allt Já. impressive, sko. Ok, jú, ég er sammála. Já. Það er vanmetið. Sem bringar mig í það sem mér finnst vanmetið. Hvað finnst þér Það vanmetið? er að hlusta á tölvuleikja og
myndatónlist. Mjög Svo sammála. Virkilega sammála. Holy shit. Já. Stundum það betra heldur en að hlusta bara á, þú veist, einhverja playlist eða einhverja plötur. Já. Þetta, þú veist, að hlusta á God of War soundtracki sem uppáhaldsleikur minn. Hlusta reglulega á God of War. Ég hlusta all the time á God of War soundtracki eða ég hlusta á, þú veist, Baldur's Gate 3 soundtracki eða eitthvað. Af því að það fucking bangers og líka, þú veist, myndaskor Ludvig Göransson, Hans Zimmer. Fucking Ludvig Göransson. Ég hlusta all the time á Hans Zimmer, Ludvig Göransson. Já, ég meiri því heldur en tölvuleika tónlist. Ég elska movie scores. Mér stundum miklu betra að hlusta bara það heldur en að vera að hlusta á tónlist. Þetta er líka geggjaður að maður að gera eitthvað creative. Já. Þú veist, ef ég er að mála, ég er alltaf að segja, ef ég er að mála demanta, nei, þú veist, ég er bara alltaf að mála demanta. Já, þegar ég meina að vera að hlusta tónlist þegar maður er því. Já, þú veist, ég er að hlusta á movie scores en ég er líka að hlusta á hljóðbækur og podcast og eitthvað svona skilur, en þú veist, þetta er bara, stundum er það bara shiti sem að kemur mann in the zone, sko. Já. Við erum öll sammála við þetta, sko. Þess vegna finnst mér líka klassísk tónlist vera svona góð því að mjög mikið af tölvuleiki og myndatónlist er svona klassísk tónlist og orkestral tónlist, já, náttúrulega. Og er mjög oft, impressive eða meira impressive. Það er svona meira svona modern contemporary blær í því, sko, sem náttúrulega hún er ekki alveg oftast ekki flókin og in-depth og sko venjuleg, svona traditional klassísk tónlist, en þú veist, viðbjörslega góð og bara þímin eru svo góð, sko. Já, því að náttúrulega videogame og myndatónlist er náttúrulega gerð fyrir sérstakt setting og karakter og náttúrulega eitthvað dæmi. Klassísk tónlist er náttúrulega bara klassísk tónlist. Ég er svona elska ég bara svona tónlist af því ég bý til svona tónlist. Þú gerir geggja tónlist. Allir að finna aðra. Það mun ekki finna mig. Nei, það veit enginn hvað það heitir. Ok, næsta sem að mér finnst vera ofmetið, strákar. Að fara á tónleika eða böll. Mér finnst það bara ég er svo fokkin sammála, sko. Fokkin ofmetið í alvörunni. Ég bara hef ekkert farið á það marga tónleika eða böll, þannig að ég hef aldrei farið á tónleika. Jú, ég er náttúrulega farið á sláttur böllum, en ég hef ekki farið á marga tónleika, sko. Nei, þetta er bara í alvörunni sensory helvíti. Í fyrsta lagi þá er maður að bíða í röð til að komast inn á tónleikana eða ballið. Fuck my absolute ass. Öðru lagi, þetta ég ætla bara ekkert að þú segir stundum svo unhinged hluti. Fuck my absolute Nei, sko, ass. fuck my absolute ass. Ok, svo er þetta ógeðslega dýrt. Það er ógeðslega dýrt að fara tónleika eða böll. Svo er yfirleitt ógeðslega mikið af fólki þarna og yfirleitt ógeðslega mikið af fullu fólki. Fullt af fullu fólki. Þess að ég er mjög saman að því að ég hata bjór og fullt fólk. Nei, og ekki bara það, svo ertu kannski á tónleikum og er bara eitthvað, mér hefur langað svo mikið lengi til þess að sjá Billie Eilish, ok, alltaf það er á tónleika, manneskja hliðin og það er fokkin bleku það er bara eitthvað syngur upp í eyrað og heyrir ekki í Billie Eilish, skilur eða, ég hef aldrei farið á Billie Eilish það myndi sökka, en þú veist, þetta er yfirleitt þannig maður kemur til þess að horfa á Billie Eilish eða eitthvað einhver fyrir hliðin og það er bara ándjók ég ætla bara að segja ykkur, seinustu tónleika sem ég fór á það var árið 2014, það var Slash og Slash, Úrgangs Róses og þú fórst á með mér og þið voru góður þið voruð í stúku, við Gunni þið voru í pitinu sko og það var svo, og, þú veist það voru allir þarna blekaðir og það voru allir að reyna að komast þess fremstóðir gátu, það var eitthvað pararna sem var næstuði bara farið í okkur Gunnar þegar við vorum apparently fyrir þeim já, og þú veist bara að gellan voru allir blekaðir já, og gellan hana, shit man hún var bara ekki verið þú veist, fuck off mér langaði af absolutely kýrópraktorna bara þú veist í alvörinni ég get ekki, ég var og ég hugsaði bara, veistu, ég ætla aldrei aftur á svona mikla tónleika, miklu betra að hlusta bara tónlist í góðum heyrnartólum eða í góðum hátalara, eða bara eitthvað, sandbar, eitthvað, ég nenni ekki á tónleika ég er svo pyrrjaður að ég mista Rammstein tónleikunum sko, ekki ég, bara takk fyrir að ég mista Rammstein tónleikunum líka bara, það er ekki bara það, líka bara sensory overload af ljósunum þú veist, halló, maður er bara alltaf í flogakasti á þessu tónleikum, maður er bara í svona 20 milljústir ekki í þessu flogavik þetta er bara helvíti fyrir öll skinnfærin mín og bara allt annað skinnfærin mín bara ég er með hot take á tónleikum og böllum ég bara, ef þú býður mér að ball þá þekkir mig ekki, ég er ekki að fara að koma á ball mér fannst úkslega gaman böllum þegar ég var ungur sko, ég bara hata böll þú veist, ég er náttúrulega bara 26 ára en þú veist, maður fór böllum þegar maður var unglingur og svona en nei Nei, strákar Ég er virkilega ekki Ég er bara ekkert farið á marga tónleika þú veist Ég er mjög samanlýsum þegar ég verið á svona
events eða eitthvað ég myndi freka að vera bara að gera eitthvað annað sko. bara, Ég myndi freka bara vilja gera allt annað Þú veist, í alvörinni mér finnst ekkert skemmtilegt um þetta sko. Bjór, þú veist Nei, bara, já, þú veist, ég get ekki enjoy bjór dansa bjór gaman, þú Þú veist veist, þessi var að koma eitthvað Anna, ætlar ekki að koma að ballu hún á aukuna? Ertu að grínast í mér eða? Mér finnst þannig stöf ekkert gaman Ég nenni sko. ekki að Mér syngja finnst það gaman þegar ég var, þú veist, 16 til 20 ára, sko. Þú veist, ég nenni bara ekki að vera bara eitthvað á dansskóla með milljón fullu fólki að syngja ég er komin heim Fuck my absolute ass Já. Nei, þú veist, ég get þetta ekki Þetta er bara, þetta er ekki fyrir mig Sko, eina undantekningin fyrir því að ég færi á tónleika væri ef að Gunnar væri að spila Já. eða einhver, eða þið eða eitthvað einhver er nálægt mér bara, þú veist, bara fyrir, þú veist, að show up Þetta er náttúrulega þegar ég fór fyrst á Þorrablót eða eitthvað við vorum hana bara þegar hana, þú veist, sjóið var í gangi Já, við fórum bara leið þegar, þú veist, balli byrjaði á þú veist, Þá fórum við. Nú byrja ballið. Já, við þrjú fórum bara leið og þú veist, dagskráma búin þá fórum við bara, því ég nennti ekki Það var náttúrulega líka að því að við vorum við vorum partur af þeim sem gerðu í nefndinni, þú veist, við vorum að búa til contentið, skilurðu gera vídjóin Þannig já, þetta var það sem ég finnst ofmetið shit maður, ég er heitt í hamsið þarna sko shit, sætla blessaður mjög sammála Vá, það er alveg sko 42 gráður inni Ég myndi freka vera bara heima að gera eitthvað sem er actually skemmtilegt Já, ég myndi bara, þú veist, Já, okay. allt nema tónleikar og böll, allt Næsta ofmynd hjá mér er mjög dýrir skartgripir. Virkilega sammála Bara geðveikt dýrir skartgripir. Ógeðslega sammála Til dæmis demantar og svona. Af því að demantar eru bara eitthvað, það er til svo fáránlega mikið af demantum. Þetta er bara material sko Eina ástæðan af hverju demantar eru svona dýrir er að því að þeir sem eiga demantarna er að horta á og er ekki að setja mikið af þeim á markaðinn, þannig að þeir eru þá dýrir. Damn, þetta Það er bara fleiri demantaldur en 3 sko Já. í alvörunni Það er til Nei, sko, gæjar fólk veit ekki hvað það er til endalaust af demantum af því að Vá. þetta er bara eitthvað shit sem skapast við, þú veist, reaction þú veist. Þetta er bara karbon sko Já, þetta er bara, þetta er Vá. karbon þú veist, Þetta er sama og þetta er bara sama material og kól já, nákvæmlega, þetta er fucking sama þetta er, já, what the fuck Ég er bara virkilega sammála bara Nei, meira, alvörinni, sko. bara compressed kól eða karbon Nei, sko, ég er ekki að djóka þegar við vorum að trúla okkur við Gunnar Gunni hann hélt svo mikið að hann þurfti að gefa mér hring með Big Demant. S demanti Já. og ég baði hann um að specifíkli gera það ekki og við endum að fá okkur bara þessa ringaskilur pínlítil demantur hérna í mínu ring en ekki demantur í hans ringskilur en við völdum það bara saman af því ég var ekki bara eitthvað, við erum ekki að fara á hausinn af því þú heldur að ég er að gefa mér eitthvað ég nenni líka ekki ég nenni ekki að vera alla daga með einhvern hnullung á fokkin puttanum þú veist, þú getur glemt hugmyndir geðu mig frekar bara, þú veist, píanó eða eitthvað án jokes ég er oftast með bara semi-ódýra skartgripir sem bara líta vel út bara eitthvað H&M eða Mér eitthvað finnst frekar að hafa einhver cool looking shit heldur en eitthvað expensive shit Núna Án er ég jokes, með mjög same. cool Ég er hálsinn á með sér fucking one ring hérna sko Já, þú erum með geggjaðan ring Gáðan mann í jólagjöf Ringin úr Ok, Lord of the slay. Rings sko Líka bara uppáhaldskarkurinn mínir fórst á þannig Crazy Factory Ég man ekki hvað landið það er en þú veist, ég kaup alltaf lokkana mína Crazy Factory Crazy Factory Crazy Ég Factory. hugsaði Crazy Frog Nei, oh my god, já, á reyndar Það er það er síða sem heitir Crazy Factory sem ég kaup alltaf lokkana mína á Ég þarf að fara að panta það bæðu vegi aftur Eru þið lokkandið það? Oh my god Nú er alltaf sinnið er svo lokkandi Þetta var góð punktur sko Já, en mér finnst náttúrulega þú veist, ég veit ekki, rúbíar og þú veist, svona mér finnst aðri steinar og allt svona sem er eitt tíma í að gera flott og eitthvað svona og þú veist, mér finnst það mjög cool sko bara, ef það kostar ekki handlegg sko Mér finnst flottast er hana ópalsteinarnir sem að Þeir eru mjög cool. sem eru úr Cooper Petty í Ástralíu Þannig að bænum Já, sem er já. underground Kallinni með þetta information Þú ert með þetta knowledge information núna, sko. í æðunum þínum sko Ok, Knowledge knofletke, ofmetið, græmetið Það sem ég finnst vera ofmetið er útilegur Úrlegur Ok, Úrlegur, ég er ekki útilegur maður, já Ég er ekki mikið fyrir útilegur ég held að ég geti bara ekkert sagt um þetta Ég hef aldrei sofið í tjaldi Ég hef Það? aldrei farið í útilegu Aldrei, ég hef aldrei farið í útilegu Já, ok Hafið þið farið í útilegu það? Já, Ekki. Þú veist, ég er að minna bara þú veist svona ferðast landið í langan tíma Ok, mér finnst það svo geggjað Ég held að mér finnst það alveg gaman Ég er að meina, þú veist, húsbíl eða? Ég er að meina Hjólhýsi? Já, þú veist, hjólhýsi, húsbíl, eitthvað svona stöff eða þú veist, eða eins og að fara á Vestmann nei, ekki Vestmannir, heldur hann að Vestfirðina
og gista einhverjum fuck-ass húsum eða einhverju svona herbyggi sem bara púp. Ok, þannig finnst þér innanlands ferðalög ekki skemmtileg? Innanlands ferðalög stundum skemmtileg ef þau eru ógeðslega langt í burtu og eru á interesting stöðum. Þegar við fórum á Vestfjörðin einhvern tímann. Við hefum bara gert svo mikið við höfum farið alls þar þannig að það er ekki eitthvað unfamiliar lengur. Þú veist, mér finnst fínt að fara í sumarbústað af því að þá á mann í sumarbústaði en þegar maður er constantly að fara einhverja hopping from place to place mér finnst það bara hundleðilegt sko. Mér finnst Vestfjörðin ekki vera interesting sko. Ég hef mér finnist það skemmtilega en mér fannst það þegar ég var ungur af því að það er svo mikið svona áreiti kannski mér finnst það skemmtilega núna sko. Kannski mun mér finnast það skemmtilega með því ég er ekki með svona við erum að fara að gera þetta sko. Sko, ég held að ég þurfi að prófa að fara í útilegu því ég hef aldrei gist í tjaldi og aldrei farið í fellís eða eitthvað svona útilegu, skilurðu. Fáðu s'mores og eitthvað. Mér langar alveg að prófa þetta sko. Ég held þetta sé alveg gaman en ég held samt að mér mun ekki finnast gaman að svona vera alltaf bara að fara nýjan stað, þú veist, eina nótt mér fannst ekki gaman Vestfjörðina því mér þurfti alltaf að vera að gera það sko. Ég held að ég myndi freka vilja vera bara, þú veist, í bústað eða, þú veist, í einhverju íbúð eða eitthvað, þú veist, og skoða mig en fara svo á sama stað en að gista. Eins og við höfum gert. Já, eins og við höfum. Þess vegna gaman að fara í sumumbústað. Já, ég held að þetta sé líka bara því að við vorum alin upp svona. Mamma og pappi ekki útilegu fólk, sko. Þau eru sumumbústað fólk. Já, við vorum samt alveg svona ferðafólk og vorum alltaf að gista. Já, við vorum alltaf að ferðast en við vorum alltaf samt með, þú veist, húsnæði þegar við ferðast. Við vorum aldrei á, þú veist, vagni eða við vorum aldrei í útilegu. Ég held að ég þarf að prófa þetta áður en að ég kannski þetta vannmetið, kannski þetta ómetið. Þessi er þetta ekki innbyggt í manni, sko. Nei, nákvæmlega, þú veist, en ég held að ég þarf að prófa þetta. Mun einhvern tímann prófa þetta. Hegi, strákar. Kannski förum við bara öll í útilegu næsta sumar. Ég mun ekki að prófa það. Af hverju ekki? Why the fuck not? Þurfum ekki að fara Vestfjörðina, getur bara farið á, þú veist, Egilsstaði eða eitthvað. Við höfum farið á Af því þú ert Egill, sko. Fara á Egilsstaði og það er mjög stutt í að því bæði dauð. Kæsilega. Þannig þetta er ofmetið, segiru. Þá fyrir við aftur í vanmetið. Það sem að mér finnst vera vanmetið, strákar, eru uppstoppaðir bananar með súkkulaði. Uppstoppaðir bananar? Já. Svona sem maður kaupir í pókum með súkkulaði utanum, svona harðir. Hvað? Ég skil ekki. Er til þannig? Oh my god, já, hafi ekki smakkað svona banana. Anna, svona uppstoppaðir er eins og maður gerir við dýr þegar þau deyja. Maður stoppar það upp, þú veist. Já, það er líka gert, það er líka gert, já, og það er búið að þurrka þá og eitthvað. Já, þurrkaði bananar. Já, bara, þú veist, uppstoppaði bananar. Hvað? Þú er bara með nokkar bananir með súkkulaði á display, þú veist. Hvað segja? Það er vanmetið að vera með uppstoppaða bananir með súkkulaði, sko. Nei! Það er vanmetið. Fuck off! Það er fleiri að gera það, sko. Nei, ég er að tala um sem að kaupir í póka. Freyla sem er að gera þetta, þú veist, það er að questa því svona uppstoppaða Freyla, bara svona, hvað þetta segja? Vá, maður, býði það að anda, holy shit. Ég veit ekki að það var eitthvað fyndið við þetta, Á maður ekki að segja þetta? Ég veit bara... Ertu að meina bara þurrkaði bananar? Já, og í sneiðum með súkkulaði í pókum. Ég bara fyndið að það er uppstoppaði bananar. Uppstoppaði bananar? Af því þeir eru harðir. Þetta er... Sko, þetta eru bananar í sneiðum sem eru harðir með súkkulaði utanum. Þetta er í póka. Ok, ég skil. Það er bara uppstoppaði bananar er finnast að shit ég hef. Þetta var shit, sko. Hvað var maður að segja, skilur Bara þurrkaði bananar? Ég meina það þá. Ég finnst þetta var bara fyndið. Já, ok, en þeir eru vanmennir. Þetta er eitt besta sælgæti sem ég fucking fæ. Þú veist með súkkulaði og banana, skilur Já, súkkulaði og banana er gott, sko. Já, þetta er svona, mér finnst það eiginlega betra heldur en jarðarbrauð banani, verð að segja. Hefur aldrei tekið bara heilan og onni Nutella Nei, reyndar ekki. Það er gott, sko. Ég á banana og ég á Nutella. Vitu hvað annar að fara að gera eftir? Ég er að segja það, sko. En mér finnst, Það stundu kalla þetta banal, af því að Banal? Oh my god, Ari! Að þú veist að stinga Shit, sko. sívalning það kemur svona í brúnt. Shit, sko. Það er eitthvað að, sko. Nei, ok, en mér finnst þetta sko, að flestir elskar sko jarðarber með súkkulaði mest, en ég er alveg bara Mér finnst þau þetta betri, sko. Þurr bananar með, ég hefur þetta ekki smakkað þurr jarðarber með banana, nei, með súkkulaði.
Ég held að sé ekki þurrkað jarðarber. En finnst ykkur ekki þetta vanmetið eða? Ég hef aldrei smakað þetta. Ég bara get að hugsa það mikið það, þannig að Nei, sko, þetta er bara eitt af mínu þannig, uppáhalds. þannig að þetta er, þú veist, vanmetið. Já, þetta er vanmetið. Já. Þetta er í alveg eitt af mínu uppáhalds. Ég actually bara, þú veist, þetta er, ég enjoya svo mikið Ég verð að fá að Þetta er sælgæti. Að smakka til það Nei, næst. þetta er sælgæti. Ég skal kaupa þetta á eftir. það toppar samt ekki Nú jarðarber er með súkkulaði, ég farin að kreyfa þetta, sko. Ok. En mér finnst þetta betra en jarðarber með súkkulaði, sko. Já, ok. Ég verð að segja það. Já, þetta var snill, sko. Takk fyrir kynslóðin í það. dag. Shit, hvað þetta var fyndið. Fuck off. Mjög mikið fuck off. Ungu kynslóðin í dag gerir ekkert nema að borða sælgæti. Sætindi. Sætindi. áður fyrir borðið við bara ísu með hamsatólk. Já, af því að hamsatólk er holl. Fuck off. Það er reynda bara, er það ekki eitthvað óhællast sem Ég það veist getur bara, getið? bara viltu stíplaðar æða? Já. Halló. Ok, ég Ég held. reynda samt, ég held ég sé farin að nota ómikið að smjöri þegar ég er elda. Það því ég Já. nota alveg slatta smjöri þegar ég er elda, Já. sko. Ég veit ekki. Ég nota bara extra virgin olive oil. Extra virgin olive oil. En samt þegar maður, þegar maður horfir, Hvernig extra virgin er það? Hvernig gerðu það extra? þetta er eitthvað ítastæmi. Það þarf að ríða þessu tvís og það gerist eitthvað sko. Hvað er að gera sinna? Æj. Í öðru veldi sko. Unexpected. Ég ætla að segja eitthvað, ég er bara búin að missa það, sko. Það er að segja eitthvað um smjör. Já, hún er smjör. Já, þegar maður sér alltaf kokka á TikTok og allt svona. Come on! Það er mögulega vestu hlut sem ég geta sagt eftir þetta sko. Þegar maður sé kokka TikTok. Sem bara einhverju elda. Þegar maður sé kokka á TikTok. Shit sko. Anna, ertu góð? Ég held að Anna ná ekki að jafna sig, sko. Ég get ekki alltaf. Ó, svo er hefni. Ok. Þegar maður sé maturislu sérfræðing á TikTok á eitthvað. Það er ekki annað orð, það er bara kokkur. Hvað meinar þið? Já. Alltaf þegar þeir eru að tala um að elda á veitingastöðum eitthvað, þeir segir nota bara, þú veist, þegar þú ferð af veitingastannum, þá ertu búin að borða, þú veist, 500 grömm af salti og stikk af butter, sko. On jokes. Bara, Ég er bara mjög þess vegna mikið. baraðast maturinn á veitingastöðum svona vel. Þessin er allt svona gott, maður. Ég meina, já, mér finnst næst að setja nóga smjöri, sko, því að þá baraðast fucking vel. Hefur heyrt Reddit-söguna um gæjan sem fór alltaf með smjör inn á bað. Og bara koma, já, þá bara horfið þið að Já, koma út. fuck. Já, Við tökum hana næst. Við tökum hana Við skulum taka hana næsta þetta. Tökum hana næsta Það þetta. bara, kæðistan hans sá hann fara alltaf inn á bað með bara stikka butter. Alltaf þegar hann kom út, þá var hann bara horfið. Hvað var það smjör, Egill? Damn. Ok, Bara, svolítið. hún tjekkaði klóstið og bara, það var ekki Heyrðu, ég smjör tek þetta í næsta þetta. Það er bara horfið. Ég er ekki djókir. Það var Reddit þáttur á önnu næst. Það er ekki svona gott sko. Ok. Ég er að meina sko. Já, í munnin. Já. Á bragðið. Ok, stopp. Rautt Hvað spjald. helst svo að ég verið að tala um Ok, þetta? ok, rautt spjald. Frændi Nei, sko, rautt spjald á okkur. Ég ætla að taka þess að sögu næsta þetta. Ok, hvað er að tala um, strákar? Hvað vorum við að tala um áður við fórum að deyja á Ég veit ekki hlátri? hvað promptið var sko. Þau mér næsta vammenna með mér Já, ég ætla að segja bara rafbækur Já, virkilega sammála. Ó já, absolutt sko. E-books og svona Bara Já, virkilega ok, sammála. kannski ekki eitthvað vammetið þegar hlustar endast á fólki að vara bækur en þú veist, bara það er svo convenient, sko Virkilega, því Þegar maður er langar að lesa fullt af bókum, bara maður getur hlusta á það þegar maður er busy að gera eitthvað annað Já, maður getur verið að gera eitthvað annað, í stæðan fyrir að nota augun í að lesa, getur maður verið að nota þau í eitthvað annað, eins og til dæmis mála og demanta. Já, Já. Eða ekki sammála? Jú, jú. Jú, en náttúrulega þú ert ekki mikið í Ég er bókunum. ekkert að lesa bækur það Nei, mikið nei, sko. nei. Já, ok En Lélegt. þegar maður langar að lesa bækur þá náttúrulega les ég bækurna sem ég vil svona lesa sjálfur, sko En þú veist, það er bara til svo mikið af bókum þegar maður vil hlusta á einhverja bók, ekki maður setja það í eyrun Já, ég er mjög sammála. Ég mér finnst e-books vera rafmettið. What? Já Vannmettið? Shit. When made it Yes. Ok, Egill Egil Már Már, kæri. Það sem ég er með í vannmetið, það er bókin Silmarillion. Veit ekkert hvort að segja.
það nennir ekki að lesa hana maður. Einmitt, af því að þessin er hún vanmynd. Þetta er bara eitthvað Ég actually shit veit- sem hann setti saman og Þetta er pík. Nennir ekki að lesa. Píka? Þannig að Silmarillion er lore-bókin sem J.R.R. Tolkien gerði Gerðu ekki bróður hans að Ég er það? að googla Hann þetta. gerði það fyrst og síðan kláraði Kristoffer Tolkien hana. Christopher Nolan Nei, og þetta er bara Christopher Nolan Tolkien Ray Star Wars Oh my god. Það er, þú veist, já, ég er búin að lesa bók í fána langa tíma og hún er svo góð, mér finnst hún vera on par eða mögulega betur en Lord of the Rings. Þessi bók? Silmarillion. Það er nú stórt, ok, Lord of the Rings eru svolítið má boring Ég held þú verður að segja að þetta væri ofmetið. Nei, vanmetið, ok. Vanmetið. Af því að, þú veist, það er eiginlega lengi sem hefur lesið fókið Silmarillion. Ég bara hef aldrei, ég var að googla þetta, ég hef aldrei heist þetta. Já, því ég á líka svo cool bóka þessu. Þetta er, þú veist, eitthvað svona, þetta er svona... Þú átt svona collector's edition Hún kostaði, þú veist, 10 skalla eitthvað. Gaur. Af því að hún er svo cool út, sko. cool og clean og þetta er bara, hún er svo clean. Eitt besta artwork sem ég séð er fyrir þessa bók. Hún er með svo góða karaktera og story og bara eitt besta worldbuilding sem ég hef séð er í þessari bók. Ég elskar hvað passionate fyrir þessari bók. Þetta er banger bók. Þetta er allt lórið sem J.R.R. Tolkien gerði fyrir Lord of the Rings universeið. Er í þessari bók Já, þessi bók er það og allt sem gerðist. Ég sé til hvort ég lesa hann einhvern tímann Þetta er þingsta bók sem til er. Já, nákvæmlega Ef þú veist, Þetta er eina bókunum sem þú byrjar á Þetta er bara, þetta er eitthvað sem að byrjar ekki á sko. Þetta er bækur sem ég fíla að lesa. Ég ætla að veðja 5 milljónum á að Gunni hafi lesið þessa bók. Getur verið 100 p. Ég mæli með að ef þú reyna að komast inn í fantasíur eitthvað, lesa Mistborn. Þú veist, hver er eina eða 2 blaðsíður af þessi bók geta verið, þú veist, season of material Damn. fyrir eitthvað, sko. Ok, það er svona crazy, þetta er ekki líka löng bók, eða? Þetta er ógeðslega löng bók. Janna, J.R.R. Tolkien var að skrifa hana áður en hann gerði Lord of the Rings Damn, og þangað til hann dó. damn. Og bróður hann settur hann saman og Kristoffer Tolkien þurfti að klára hana, sko. Það er crazy, sko. Damn, that's crazy, Damn, man. that's crazy, Damn, that's crazy. bro. Anyways Hérna, en já, ég mun kannski ekkert um að lesa þessa bók ef ég mun... Nei, ég mun prófa að lesa hann eitthvað en ég bara, Örugglega þú veist, ég nenni ekki Hún er fánulega þungisbók. Mér fannst nógu leiðilegt að lesa, sko, Lord of the Rings er alveg góða bækur, það bara eru svolítið slog, sko. Það er rúglega skemmtilega, það er mikið skemmtilega að veitina, sko. Einu, Sko. please þú ofmetið. Næsta hjá mér sem að mér finnst vera... Ok. Það er simlunum, bestu bókin sem þú færið. Næsta hjá mér sem er ofmetið er avokado. Af hverju Svo elska... fokki sammála, Af sko. hverju elska allir avokado? Af hverju elska allir avokado? Ég skil það ekki. Þetta bragðast eins og svona Ekki segja þurrt hippi. blautt hei. Ég held að var enginn hugsað að nema þú. Nei, Ari. ég hef alltaf heyrt frá bara fólki sem, þú veist, sígu tippi, þú veist. Okay. Það bræðist eins og bara clean tippi. Nei, mér finnst bara avokado skrítið. Mér finnst avokado bragðast eins og blautt hei. Mér finnst það bara að vera svona, þú veist, þetta er bara svona blautt græn grasfita. Mér finnst ekki vera neitt mér finnst bara að vera nasty bráðis. Já, bara Gott í smoothie áferð. af því að það er svona... Nei, mér finnst ekki gott að setja jógurt eða eitthvað svona í smoothie en avokado þykk í smoothien. Nei, bara svo Það er áferðin. eiginlega ekki bragð af avokado. Áferðin er ógeðsleg. mér finnst það að vera mjög mikið bráð af avokado, sko. Mér Mér finnst ekki vera samt ekkert specific bragð, mér finnst bara að vera svona Texture. vont bragði. Já. Það er bara, þú veist, ef vont bragð væri, myndi taka eitthvað sem er vonda bragðið en taka, þú veist, bragðið að því og það er bara vonda eftir, það er avokado. Shit, hvað það var góð lýsing. Þetta segja sér, þú veist, pulp bragð. Það er bara vont Það er bragð þessu. vont bragð. Það er bara vont á bragðið. Og áferðin er absolutely disgusting. Já, það líka. Já, ok. Guacamole er fucking bara, ass. þú veist, af hverju borðið Ég samt borðið eiginlega aldrei avokado, sko. Nei, en þú veist, oj. ég bara, mér finnst ekki von. Það er samt alltaf að missa skítið sinni yfir avokado. Bara, why? toast. Ímar. Eitthvað sem ég er að missa mig nýlega er granatepli. Oi, Nýlega byrjar að borða granatepli og ég fæ ekki nóg að því, sko. oi, ég hata granatepli, sko. Svo gott, sko. Þú veist, í alvegni, þú ert 2 ára að opna þetta. Nei, ég fann svo góða aðferð, maður. Pikka fokkin öll kornin úr. Svo er þetta bara eitthvað svona hörð, rauð, súr korn. Maður tekur skál fullt af vatni, maður opnar grandaplið, tekur því sundur í vatninu og bara svona skrapar allt úr í vatninu, þá bara, maður er enga stund að því, sko. En veistu hvað er auðvelt bara að skera appelsínu? Og það eru miklu betra bragðið.
Mér er bara Elska Það er appelsínu. örugglega least favorite ávöxturinn minn. Það er svo góða sko. Ég er bara epli skilur. Maður er enga stund að skera. Já. Já. Ómetið, já. Jæja, hvað finnst þér við ómetið? Ok. Það sem ég veist ómetið er að hlusta á skoðanirna sem frækt fólk gefur frá sér bara af því að það er frækt. Damn. Þú veist, já. Þegar einhver frægur segir eitthvað þá taka sumir í bara í svona celebrity culture bara eins og það sé lögmál sko. Já, bara, þú veist, bara obsessa yfir þessari skoðuna eins og Moses hafi komið niður á fjallinu bara með 10 commandments Já. sko. bara eitthvað, oh my god, Taylor Sendi, já, Swift sagði þetta Já. Tom Holland sagði þetta bara, Taylor Swift, hún var með skoðun sem að ég er núna líka með Passaði, Anna, Swifties eru crazy sko. Ég held að- er ekki með persónleika af því Taylor Swift er persónleikir minn Mér finnst eins og Tom Holland og Zendaya ætti að vera í fleiri myndum sko. Ég satt ég elska Tom Holland Hann er satt svo góður sko. Ég elska þið sko. Ég veit ekki hver Tom Holland er sko Spiderman Hefur ekki séð Spiderman Hvað getur það sem er Tom Holland? Er Tom Holland í einhverju stóru heldur en Spiderman Hefur og þú veist séð Uncharted eða eitthvað? Þú ert bara að segja orð, Ari, þú ert bara að segja búkljó núna Já, þú veist, hún hefur séð skrítið séð Það getur verið að séð Uncharted Kellan, ég veit samt hvað Zendaya er Þú veist hvað þetta er? Leikur hún ekki Avatar? Nei Nei, þá veit ég ekki hvað Zendaya er Þetta er hlugsum Zoe Saldana Já, Hún leikir þetta ég veit ekki hver Zendaya er Það er crazy að hún er bara í Hún er- top 3 mest high grossing myndum Ég held of all time. hún sé í sko 3 af topp 5 mest Já. horfðu myndum ever Hún er í Samt. Infinity War, Endgame, Avatar myndunum Já, Hot take, Taylor Swift er ofmyndin Ég sagði þetta ekki, þið megi gera mig ég meina að þú veist það er bara svo base Ég held að það sé alveg universal svona take sko Já. Ég held að sé margir með Girl. Ég held að þetta sé take sko flestir sem hugsa um það fyrst hugsa um eitthvað óverið Taylor Swift er fín Hún er fín söngkona Ég Fín bara, mér söngkona finnst þetta ekki vera, já Hún er samt ekkert bara eitthvað Auðvitað er hún alveg góð tónlistamæður Já, já, hún er mjög fín söngkona, sko. Oh my god, kall En bara Mér finnst þetta ekki vera $1 billion góð tónlistakona Ekki heldur sko Hún er alveg góð lög og allt það En þú veist, bara það er margar svo miklu betri Var að vera að segja það En ok, þér finnst að skoðanir frækts fólks ekki að vera að takna svona literally Ég er bara svona ofalvarlega sko Já. Auðvitað náttúrulega má frækt fólk vera með skoðanir Já, definitely. En En svona þegar fólk bara morfar sinn persónleika bara já Af því að þetta er frækt fólk Já. og má bara eitthvað hlusta allt og mikið á það Já. Maður má alveg að gríja með þeim sko. Já, Já. En þú ég veist fatt að gott við Sammála Já. Sammála Smála Eil, finnst þér eitthvað ómyndið? Það sem ég finnst ómetið Hvað finnst þér ómyndið? Sómalía Nei Þú veist, Samala Smála Það sem ég finnst ómetið er gallabuxur Oh my god Ég er sammála, sko. Ég er svo fucking sammála Ég hata gallabuxur Ég var einu sinni mjög oft í gallabuxum þegar ég var svona 8 ára Same Af hverju voruð þið í gallabuxum? Þú veist, af því að þú veist að það passaði Það á var bara mann þegar stíllinn. maður var 8 ára Það er eiginlega Já. orðið stíllinn aftur Ég er bara orðin svo vanur joggingbuxum Ég að ég get ekki hata hægt að vera í gallabuxur. Ég get ekki hægt að vera í joggingbuxum Já, maður getur bara gert meira með joggingbuxum Bara frekar vil ég bara ekki vera í buxum heldur en að fara í gallabuxum Minn eins og sé bara einhver í kringum lappir mér Það er bara einhver konstantli að Einhver að grípa faðma þér mann. Það er eins og einhver tók svona Þau veitir svona þegar shit er sett í vacuum chamber og Já. tekið allt loftið úr þeim Já, Það eru- svona það eru gallabuxur. vakjumpakkað Ég maður svo vakjumpakkað Okkur bara er ég ekki að fatta Bara svona, þú veist, það er eitthvað vakjumpakkað Hvað er það- hvað er það aftur? Svona Þegar kompress dreigið allt loftið úr einhverju eins og bara þegar í þú þú veist kaupir vacuum Já, chamber já, þegar innsigla mat Já, Já. jú Já. Mér skallabuksu vera þannig bara í buxur Já, bara ef einhver tekur bara plastic wrap og bara rappar geða þett utan þig svo þú veist, er ógislega mikið leiðilegt að pissa og kúka í gallabuxum, sko Sést, Og það geta piss og kúk í gallabuxum Nei, æ, þú veist, þú þarfst að hafa svo mikið fyrir því að fara úr þessu, svo fer þetta Já, þú veist, af því en maður að svitnar í þessu, það er náttúrulega bara helvíti Af því maður þarf líka alltaf að vera með þú veist belti á sér og eitthvað shit bara Ég nefn ekki bless. alltaf að vera með fokkin belti á mér bara hat þetta er bara líka bara, þú veist, ég Sérstaklega- get ekki gallabuxur, sko Já. Sérstaklega þú veist skinny jeans Ef maður sé skinny jeans á einhverjum þá er maður bara þú veist please Ég held að það sé voru svolítið rare sko Já. ég bara, þú veist, allt nema skinny bara, þú veist, það var ræðilegt að ég færi skinny Shit, jeans mannst eftir öllu skinny shitinu sem allir voru alltaf í maður Skinny ég jeans bara, og allt þú veist, ég bara Hvað, 2014-2016? já, eitthvað svoleiðis, það var svakalegt Já. Það var auðvitað rísun af hverju ég var í þegar ég var að geta ungur af því að það var það tímabil sko. Millennials hafa gert margt gott en tíska er ekki alltaf góð heyrðu, ég fílaði pink buxuna sem voru eins og í tísku það var svona svartar, ég held að Já, það hafi stóð verið pink aftan á já, þeim. ég held að það hafi verið ég veit Victoria nákvæmlega hvað þú er talar. það ekki, Já. ég held að það hafi verið Victoria Secret buxur, þetta voru svona svarta buxur svo voru svona stroff á þeim sem þú svona breysta niður Já. og það stóð pink eða love pink Juicy eða eitthvað já, þú love veist. pink eða pink Já. eða, þú veist, ég elskaði þær voru geggjar þær voru líka þægilegar, skilurðu, mjög þægilegar svolítið gegnsæjar,
en annars mjög cozy. Ég mitt. Ok, strákar, næsta sem ég finnst vera vanmetið, það eru piercings. Bara gött, líkamsgött. Bro, þú varst að tala á daginn, eða þú veist, fyrir nokkrum þáttum að með piercing-geluna heimsmetið þú bara ætlaðir að brjóta það? Ég ætlaði að brjóta það með sko. Mér finnst ég alltof sjaldan sjá fólk með piercings. Ég elska piercings og líka því það er ekki... Já, við erum í vanmetið. Já. Ég ætla bara að segja að við erum ofmetið. Nei, það er vanmetið. Mér finnst ég bara, guður, ég var ekki að segja þetta, ég er með fokkin miljón Ég ætla að segja bara, what, þetta er skrítið komið frá þér. Nei, þú veist, mér finnst svo flott, það getur gert svo mikið fyrir útið fólks. Þú veist, ok, flestir sem eru eldri en ég eru örugglega að fara að þetta skemmir andlitið. Þú verður með örað eilífi, hvað ætlar að gera þegar þú verður gömul? Vera fucking slay. Nei, mér finnst bara það að setja gat bara í nefið eða vöruna eða augabrúnuna eða eitthvað. Ég er sammála, sko. Það getur gert svo mikið fyrir lúkið, það er svo fucking cool. Þess að þú til dæmis, Egill, þú væri geggjaður með augabrúnagat. Þú reynda að vera cool með þú myndir púlla augabrúnagat fucking mikið, sko. Bara segja, þú ert mjög fínn eins og þert, en þú myndir púlla það. Nei, alls ekki, ég bara segja Nei, þú ert gæi sem myndir púlla. Þú veist, mér langar að sjá fleira fólk með gött, það er svo fucking cool. Þú getur verið með svona danglandi eyrnalokk. Kross. Já, þú var reynda að gegja með eyrnalokk. Þú var líka mjög töff með eyrnalokkari. Ég pældi að fá mér hann, sko. Já. Ég var með eyrnalokk. Fáu ykkur eyrnalokka, já, hættu að vera ekki með hann. Ég tók hann einhvern tímann, hann endi ekki skrítin. Ég vil bara sjá fleira fólk með lokka. Mér finnst bara mjög vanmetið að vera með lokka og gött. Mér finnst það bara svo geðveikt cool. Mamma er sammála, við erum báða með 7 gött í sikkoru, sko. Eyranu, sko. Sikkur eyranu. Já, gott. Hvað, hugsa raskinu? Nei, ég bara segja. Þú veist, ef einhver miskildi, þá er bara að segja. Bara segja. Ég get meira að segja, sko. Mér finnst það vanmetið, sko. Ég hugsa ekkert mikið út í þetta. Nei, mér finnst það bara svo cool. Ég elska... Mér finnst bara menningin að fá sér piercings vera búin að minnka. En það er kannski bara því að ég er ekkert volið mikið í kringum fólk. Sé ekkert að mikið af fólki. Það er ekki þessi rock punk menning sem var, sko. En ég meina, þú veist, mikið, sko. Fólk bara samt alveg vera með gött. Þó sé ekki rock punk. Goth er svolítið að koma svona... Fucking elska það. Samt svona capitalisation af goth. Hvað? Meira svona hugsa goth aesthetic ekki goth upprunan og þú veist cultureið. Bara stílinn? Já. Ok, skilleg. Mér finnst það svolítið svona sökka, sko. Það er pínum weird. En þú veist, já. En ég meina, þú veist, samflótt stíl, sko. Af því að goth er náttúrulega bara mjög mikið svona subculture sem margir náttúrulega tengdu við, sko. Jú, það er mikið rétt. Skrítið þegar fólk er bara að nota gothið bara því gothið, þú veist. Já. Þú veist, fá lukkið eða eitthvað, þú veist. Nákvæmlega. En kannski er ég bara old man yellow cloud, hérna, þú veist. Nei, ég bara að segja. Það er að fá eitthvað fleiri göttkrakkar. Það er alveg stundum þannig, sko. Það er bara gaman, það er gaman. Fáu ykkur fleiri gött, fáu ykkur gött alls þar, krakkar. Gött í pungin. Þið getur gert það en mæla ekki með, held ég. Ég er ekki með pung, skilur, en þú veist, ég held að sé ekkert vola gott að stinga sig í pungin. Ég eins og núna að fara að fá okkar einn stikki prunus og Alibert. Ok, nei. Jæja, hvað finnst þér að vera vanmetið? Það sem ég finnst vera vanmetið, Anna mín. Þegar maður er búinn að þurfa að klóra sér í púnum í almenningi geðveitt lengi og fer svo loksins heim og nær loksins að klóra kláðan burt. Ok, wow. Svo fokk í sammála, sko. Tengi ekkert. Er það að grínast það? Akkur klægir eitthvað svona mikið í pungin? Það bara verður kannski smá svona rakt. Með flatás eða, þú veist hvað? Maður er hjúts almenningssvæði eða eitthvað, í svona stóri byggingu eitthvað, með fullt af fólki og það er bara svolítið raktan inni eða eitthvað. Ég vil bara ekkert vera á svoleiðis stað. Bara alls ekki. Bara count me out. Maður kannski, ég veit ekki, maður klæjar aðeins eða eitthvað. Já. Og maður ætla ekki að fara að klóra sér í pungnum bara kannar fyrir maður alltaf. Maður er ekki frá að hafa pungur, vasapungur. Nei, ég meina, þú veist, þannig að mér finnst það mjög satisfying að klóra mér til þess í bakinu ef ég er búin að deyja úr kláða, þannig ég get kannski relata þannig, en ég er alltaf ekki með pung, sko. Nei, og svo bara... Nei, hættu. Oh my god, stopp, alveg. Nei, það er rautt spjald, aftur. Rautt spjald. Halló. Þessi var vond. Þetta var líka bara whiff. Þetta var stór whiff. Gaur. Þessi var bara... Ekki þú svona söndl, svona heldur bara þér. Þú ert örugglega bara í vímu eftir þetta fer. Holy shit, maður. Komin í vímu, Ari. Pungvímu. Þú veist, pældi í þessu, maður. Nei, bara pungvímu, skilur þú? Ekki alltaf lægi. Já. Hvað finnst þér vanmetið, eitthvað kæri? Þessi, já. Þú varst í vímu og líkvöggum. Holy shit. Wow, it's so niche and fuck, þetta er svo gott.
það sem mér finnst vera vanmetið að spila spil sem eru ekki hefbundin spurningaspil. Já, mjög sammála því Bara spunaspil Ég með þetta líka á mínu lista Eins og þú veist, einhver spil sem ekki þú veist, hvað fokkanum heitir spilið? Bjölluspurning, pubquiz. Já, pubquiz, þú veist, Já, bara svo, já Kannski menandi pubquiz Kannski menandi fucking Misheard lyrics og eitthvað svona þú veist, Kannski menandi the shit. Já, en bara, þú veist, mann hefur ekki alltaf að spila þannig Nei, ekki alltaf, skilur. Stundur langar maður að setjast niður nokkuð klukktíma og spila bara spil Stundur langar mér eins og þú veist svona long game spil, eins og þú veist Codenames eða eitthvað svona Codenames awesome eða eitthvað annað spil sem Codenames sem samt svona sem í partyspil Já, ég er meira svona spurningaspil eins og þú veist pubquiz þar sem maður gerir ekkert nema þú veist bara Mér finnst Harry Potter spil geggjað sko Já Þú veist, þannig spil Monopoly svona Monopoly skemmtilegt Monopoly, já, það er svona setjast niður spil það er ekki spurningaspil Það er mjög skemmtilegt En líka Dungeons & Dragons er skemmtilegt, skiljur Við fílum Dungeons & Dragons er skemmtilegt Við elskum Dungeons & Dragons, krakkar Það er valla, sko, það er orðið svo seppur, það er valla spil Það er valla spil, það er eiginlega bara meira bara svona Það er eiginlega ekki spil Ég meina það er leikur, sko Það er spunaspil Það er board game, sko Role-playing Tabletop role-playing game, heitir það Já Mér finnst það eiginlega bara að vera svona ævintýra heimur Spunaspil er náttúrulega bara sinn flokkur Það er spuni, sko Það er role-playing game, sko Þú veist, ég er að meina Codenames eða Monopoly eða svona Ég þú veit ekki að tala þá Dungeons & Dragons og eitthvað Já, þú veist, það er líka í þessu kategóri en líka svona strategy spil Já, ég skil Það tala að þér finnst ekki gaman að vera alltaf í einhverjum svona asaspilum Já, ég meina þú veist mér svammyndið að spila spil sem eru ekki spurningaspil, svona keppnispil Mjög samanlega Sammála, ég held þessi sammála Ég er svona mitt á milli því mér finnst keppnis og spurningaspil líka mjög skemmtilegt sko. Ég bara meina að það er underrated að spila ekki Já, það er kannski aðeins svo mikið af keppnisspilum alltaf Já Ok, við vorum að gera vanmetið Vanmetið. Nú ætlum við að fara í ofmetið Shit, það er svo mikið eftir á ofmetislistana mínu sko Ég held við getum ekki gert Við getum ekki tekið allt Við náðum ekki að taka allt í dag en við bara tökum aftur seinna Ég get heldur með mikið meira sko Já, ok Ok, sko Ofmetið hjá mér, ég verður að jörðu fyrir þetta Of hverju? Lip fillers I bara fill your lips Ok, sko, mér finnst bara einhvern veginn eins og sé bara allir að fá sér lip fillers Já, þú veist, já Það er náttúrulega Já, við erum ekki að segja að líffylgur sé ógeðslegt Það er ekki ljótt Nei, við erum bara að segja, þú veist, auðvitað náttúrulega bara eða langar líffylgur, auðvitað, það fæ maður sér líffylgur Þú veist, mér bara líður eins og allt í einu langi öllum í líffylgur Já, kannski, það er svona óþarflega mikið kannski að fólki Já, þú veist, og ég er bara svona, þú veist, fólk með bara fína varir heldur að þurfa að fara í líffylgur því það er svo margir að gera það Já. Þú veist, en það langar ekki til líffylgur, skilur Já, en þú veist, ég veit ekki, þú veist, sumir eru bara eitthvað með sínar ástæður og líka kannski fá sér það svo mikið en ég meina, þú veist, að þú færi líffyllers you do you, boo, skilur en þú veist, þetta er bara svona, að ég veit ekki það þurfi ekki allir líffyllers maður fer all in eins og frælinana á fucking TikTok sem maður eitthvað heitir hann gerir stundur svona kommentar í minnbútu og eitthvað ég man ekki hvað hann heitir Nei, ég man ekki hvað hann heitir en já, mér finnst það svolítið ofmetið, sko ég fæ örugglega eitthvað heit, sko en þú veist, ef þið eru með líffyllers þá er það cool, skilur ég er ekki að segja að það sé ekki coolar með líffyllers en bara, þú veist ekki halda því séu ljóti eða það er ekki með líffyllers ég er alveg sammála ef maður er að gera það of your own volition sko. ekki ef maður er að gera það af því að allir hinn eru að fá sér líffyllers maður líður sem að sé ógíslur Já, einmitt Basically message sem við erum að koma fram hérna að bara, þú veist, ekki halda þú veist, já, að sjálfsímyndin sé, þú veist, að þú þurfir fullt af einhverjum aðgerðum fyrir sjálfsímyndina þína en það, þú veist, ef þér alveg virkilega langar eitthvað langar líffyllers, go for it, sko auðvitað, náttúrulega, já, bara hugsa tvisvar áður að gera kannski eitthvað Nákvæmlega en þú veist, auðvitað ég held sé bara svona body modification eins og tattoo allt svona, setja góða hugsun í það áður að gera það Nei, menn, þú veist, ég var alveg þegar allir byrjaði að fá sér líffyllers ég var bara eitthvað, oh my god, ég þarf að fá mig líffyllers núna ég bara, með ekki litla varur og var fann að tala við Gunnar, bara ég þarf að fá mig líffyllers bara þetta gengur ekki og hann bara, what the fuck hana hvað meinar þú, please ekki fá þig líffyllers og svo var ég bara, nei, ok og ég bara sæt, en ég held ég þurfa að fá mig líffyllers af því að það er einhvern veginn bara svona standard eða eitthvað, ég veit ekki en mér langar ekkert í líffyllers bara ekki neitt, þannig að já ok, Ari, hvað finnst þér um þetta var gott ekki, sko Þú átt eftir að, ég held að þú eftir að vera svolítið pyrr út af þessu, sko Ég held ég viti hvað þetta er að því ég er mögulega með þetta líka Þú mögulega líka með þetta? Ég drep ykkur Ég segi Láfland, ég drep ykkur Ég sagði reynda Star Wars Mér finnst mjög ofmetið að eiga gæludýr Jæja Heyrðu út með þig bara það er lóðbeint út Ég er ekki rosalega ekki dýramennskja, sko Nei
bara mér finnst Það fyndi að þú ert alveg upp í sveit mér finnst skringilega kannski er bara því að það hefur alltaf bara verið vinna mín eða eitthvað Kannski, með dýr, kannski. þú veist bara, Ég samt mér skil- er skringilega mikið að fólki að vera að fá sér allt ketti og hunda og eitthvað svona. Já, ég er samt ekki reið af því ég er ekki smá samanlegaður sko. Áður en við fengum okkur loppa þá ég ætla aldrei að fá mig gældir ég var bara eitthvað, svo allt í hennu sáum við Gunnar auglýsingum loppa og Gunni var bara eitthvað, hann er ógeðslega sætum maður Já. við viljum við fá og ég var bara eitthvað hugsaðum þetta alveg vel og lengi og vorum bara eitthvað, heyrðu, fáum okkur loppa hann er bara æðislegur, hann er bara bestur í heiminum elskum hann mest í heiminum, skilur hann er þessi- líka algjört dekudýr Þessi hundur er náttúrulega orðin basically posterboy að þessu heimili, sko. Hæ? Fatsoin á þessu heimili Já, Já, hann er æði sko, ég elska hann svo mikið þú veist, ég meina, þú veist, þetta var ekki eitthvað mesta löngun í heiminum áður en við eignuðust hundin, skilur, en svo, þú veist, er hann bara Nei. awesome. En núna því ég á hund þá langar mér í annan hund Já, ok og til þess að fá félaga fyrir þennan hund þannig að þú veist, að ég veit ekki, og svo langar mér í gullfiska Þetta er svo einhver sem er nýbúin að einast barbaraka nú er ég að fá mér annar barn Já, nei, þetta er ekki, ég meina, ok, hann er reynda sko hann er degraður eins og enga barn, þessi hundur Jésús minn almáttur, en ég meina, þú veist mér langar í gullfiska líka og mér langar í, þú veist, bara tjörn og mér langar í fugla Ok mér langar í alls konar, mér langar ekki kött bara glimtu Við hefum stundin langar þetta í frosk Já, froskur væri geggjað ég væri til í svona 6 mörgæsir út í garð það væri geðvikt Ég væri til í hjúts frosk Já, það bara væri geggjað. í búri mér finnst það vera mjög, sko, ég fíla hunda, en þú veist, ef ég myndi fá mig gældur, myndi mér langa í svona risastóran hund. Þú veist, bara svona borderline úlf. Svona eins og hérna í Úlf? Game of Thrones Úlf. Já, þú veist, bara basically Direwolf basically bara úlf. Þannig þú myndir fá þau Dobermann eða, þú veist, Alaska Sheffer Malamute. eða Þetta er bara Malamute skeðið fluffy, bara basically úlf hund. og gangi vel að ryksuga maður, shit Nei, ég er að segja þér að hann er íslenskur og hann er bara hárin eru allstað, krakkar, oh my lord Ég hef alveg fengið hugsun á það svona bara, mér langar kannski ekki hund eða eitthvað en svo hugsa ég alltaf bara eitthvað nenni ég að sinna þessum hundi eftir Þetta er mjög mikið eftir 2 responsibility. ár, þú veist nenni ég að sinna þessum hundi eftir 5 ár þú veist Ef að svarið er nei, ekki fá þér hund Já, svarið hjá mér er nei þannig að þú veist, ég er Þú ekki veist að fara að bara fá mér hund aldrei fá, að þetta er svo mikið responsibility fólk stundum þegar að skyndikaupar hund eða eitthvað bara þess vegna er skila svona mörgum hundum í dýra Mér finnst það mjög sad reyndar af því Mér að það finnst fattar það ekki hvað rosa mikið sad. responsibility sko. Sérstaklega er að fólk er að, þú veist, specifically með border collie tegundina Þú veist, Já. fólk kaupir Já, sér það er því þessi að border collie þú eða kaupir eitthvað border-collie og það Já. ætla bara að hafa heimilinu þetta er svo Bara, energetic Þau þurfa, dýrategund, þú veist, ég meina hundurinn heima með pappa, hún hleypur hring eftir hring eftir hring þegar pappi er út á túna að vinna Hún þarf alltaf að vera úti Já, af því hún þarf að hlaupa Hún Þegar- eltir bara allan daginn sko. Þegar ég var að review-daginn, hún var á hjátraktunum bara All the time. allan tíma. Já, bara, hún þú veist, hleypur bara. fór ekki. Og henni finnst það svo gaman henni finnst það svo geggjað þú veist að því hún þarf þessar hreyfingar en já, ég er alveg, ég skil hvað þú ert að koma frá maður á ekki að vera mikið að fá sér border-collie Nei. nema að sé að hreyfa sér Ég mjög skil hvað mikið þú ert að koma Þetta er frá sko. náttúrulega ég með þú veist, different skoðun á gerðum af því að ég á náttúrulega heim í sveit, sko. Já, Af því að náttúrulega ef maður á heim í þéttbíl þá er maður, þú veist, að fara út með hundinn í labbitúr og eitthvað shit. Já. Maður þarf bara, þú veist, að hleypa hundinum út þegar maður er, Já. þegar maður er á heim Já. í sveit, sko. true, góð punktur Ari Ofmetið. Það sem er ómeti hjá mér er hraunnammið. Vá, hvað ég sammála Oh fuck, það er mjög satt Ég Ég hata Það er ekki að sérstakt sko Mér finnst það vera fínt. Þú bara veist, svona- það er mjög mitt. Það er mjög mitt, það er bara svona, já, þú veist, þetta er raun, skilur Ja, þú veist, það er ekkert Að bótt. get- does the job sko Já, þú veist, ef maður er í sauðböri og maður vill eitthvað nammi, þú veist, eitthvað svona... Easy til að grípa Já, með þú út veist, í bara- fjárhús Útiluna mig, Já, myndi ég segja þetta er það. svona þannig nammi. Ég myndi ekki sjálf vilja kaupa mér raun Eins og ef ég er að fara út í búð og fer síðan aftur heim og er að fara, þú veist, horfa á eitthvað eða spila eitthvað, þá er ég ekki að fara að fá mér hraun. Nei, ég hugsa ekki henni út í það, sko Þetta er söðburðs útiluna mig Já, ok. þetta er alveg rétt, sko Let's go Það sem ég ætla að segja sér vannmetið er að búa út á landi Það er virkilega Já, vannmetið það er, já Já, Af hverju vilja 2/3 af þjóðinni búa á höfuðborgarsvæðinu? Já. Bara búa 2-3 af Já, það fjórðungsstæði af því að það er alltaf... Fættust þar Við myndum vera með öðru skoðin en fæst þar sko Það er sann svo En overstimulating bara fyrir því að hvað spawnpointið er sko En bara, þú veist, nei, ég er ekki að djóka ykkur Við bý hérna á Blönduósi Bý hérna bara, þú veist, það er bara sjórinn hinum megin Svo er garður með leikvelli hérna á bakvið mig Bara geggjastór garður og Já, ógeðslega fólk getur gott farið með krakkana sinni Þú veist, einhver leikarð einhver starf Já, já, en það er nóg að gera út á landi Og þú veist, svo er engin ljós ekkert overstimulation þetta er bara ró og næði og þetta er bara, þú veist, ándjóks, farið inn á Dómus Ég fasteignasölu ætla að segja, húsverðin er betri hér allavega Þannig að fara inn á Dómas Fasteignarsölu finnið ykkur gott hús á Blellaranum að kosta til máfaki blöð út á land og vannmetið Út á land Ég á vannmetið Ég ætla að segja að fá pakka í póstirum er mjög vannmetið
Ok. Bara að fá pakka, þú veist, anticipation að fá pakka og opna hann. Ég er enda mjög sammála þessu, sko. Svo pantaði sjálfur það sem einhver sendi Ég bara að fá pakka í póstinum og opna hann, það er bara mjög bara vannmyndið tilfinning, sko. Ok, reyndar, það er góð Það er tilfinning. ógeðslega gaman, sko. Þó maður hafi pantað og viti nákvæmlega hvað er að koma. Já, þú veist, ekki að ef fá maður það er í ef maður var póstinum. að panta eitthvað þá er maður svona, fuck, ég var að selekta svo mikið að good shit, ég er að fá það og síðan fæ maður pakkar og maður bara svona, fuck, já. Já, þetta er bara svona Skemmtileg tilfinning. Vá hvað ég valdi skemmtilegt og vá hvað þessar vörur sem ég valdi eru geggjaðar, skilur. Já, ég er mjög sammála. Þetta er vannmyndið tilfinning. Þetta er góð tilfinning. Ég er sammála, sko. Það sem er vanmetið, það sem ég finnst vera vanmetið eru þættinir Invincible. Ég hef bara aldrei heyrt um þetta. er svo, já, þeir eru einhverju bestu þætt sem séð. Það er kannski ástæða fyrir þessi vannmyndinir. Ég hef aldrei heyrt Invincible, hvað er það? Invincible, Það þetta eru- horfa samt allir á Invincible. Já, ég er að meina, þú veist, mér finnst ekki vera nógu stórt. Oh my god. ok. Mér finnst þetta ætti að vera jafn stórt og þú veist Og bara Hvað eitthvað er- Marvel Já, shit, þess eða? Marvel DC Já, stuff. ég skil. Hvar eru þessi þættir sýndir? Prime. Og hvað er þetta? Þetta eru Overhetjustöf. Já, þetta er, þú veist, þetta er svona, þetta eru overhetjustöf sem er Gott overhetjustöf. sem er svona, þetta er svona realistic overhetjustöf. Og allt ofurheiti dæmi er ofmetið, sko. Þetta er ekki overhetjustöf fyrir sko börn. Þetta er ekki eins og The Boys sem gerir grín að því. Þetta er heldur, Ok. en þú veist, þetta er samt, þú veist, svona, Þetta eru ógeðslegir og geð blóðið já, þetta, sko. og það er peak, sko. Ok. Ó, ég þarf að velja vel. Erum við ekki að fara... Eitt annað ofmetið. Eitt annað ofmetið. ofmetið viðbót, svo bara köllum við þetta gott í dag, held ég. Já, við ætlum að taka eitt ránda ofmennu. Við erum komið svo langa tíma, maður. Við getum jappað en þetta endalaust, sko. Japp. Við erum ekki búið með listan okkar, en kannski gerum við þetta ekkert um hann Ég aftur af því að... Nei, gott, ég veit það ekki. Já, því að við... Það er svolítið eftir á Ef listanum fólk okkar. finnst þetta gaman. Já, ef við fílið þetta, láta okkur vita af því að við erum með meira á listanum, við bara viljum ekki hafa þetta eitthvað mikið lengra. Við erum kannski stundum lengi að svara á Instagram og svona, en við svörum vonandi alltaf á endanum. Já, við hérna gleymum ekkert Bara, Við gleymum ekkert að ég fara stundum inn á bara- Instagram það okkar. er nóg að gera og við höfum ekki alltaf tíma til að svara. Já, við líka bara, þú veist, to be honest, ég gleymi stundum að fara inn á En það er mjög samfélagsmiðlana. gaman að fá skilabór frá ykkur. Já. Við erum ekki að hunsa ykkur, bara höfum ekki alltaf tíma til að svara ykkur. Veistu, Ari, ég ætla bara að leiða mér að segja, mér finnst það að vera skemmtilegast, eitt af því skemmtilegasta við þetta, það er að fá skilabóð og feedback hvað þið fílið. Þú veist, komment bara á TikTok og Instagram og Apple Podcast og Spotify og Apple Podcast. skilabóð. Bara, we love it. Við svörum þegar við gleymum ekki að opna. Já. Eitt sprítanandi viðbót af ofmetið og þá skulum við bara fara að rappa þessu upp. Ok, það sem ég finnst ofmetið, strákar, það er söngvarinn Benson Boone. Þoli ekki. Líka Er bara- fólk ekki að hlusta á hana það? Nei, sko, Ari, fólk er ekki bara að hlusta á hann. Fólk er að líkja honum við Freddie Mercury. Nei, sko, bara Býtu, hver er það? Mikið. Er Ég actually það bara... er þessi hérna. Æ, skjóttu mig, sko. Ég Ég actually... Þú ert ekki að... Nei, þú ert ekki að meina það. Nei, sko, það er mjög mikið af fólki að líka honum Freddie. Hann er talið vera nýji Freddie Mercury. Vá, mér líður eins og einhver hafi sagt eitthvað slör við Ég veit það. Bara, þetta er bara, Oh my þetta er God. offensive. Ég actually fekk bara... Ég var offended, sko. Ég veit það. Fólk á TikTok og fólk Og bara... Freddie Mercury. Það er verið að líka Benson Boone. Nei, af því að sko, hann er með svona... Þetta er örugglega næst... Þetta er örugglega það sem ég kemst... Ég held ég aldrei komist í að nála því og einhverju segi slör við mig. Einu sem kemur nálega Freddie Mercury er þú veist Michael Jackson eða eitthvað, sko. Já, nákvæmlega. Benson Boone has been frequently compared to Freddie Mercury Ekki allt í lagi, sko. due to his high energy theatrical stage presence, flamboyant outfits and acclaimed performance. Hvað er þetta Og að segja? Bohemian Rhapsody eitthvað. Og það er bara, þú veist, þetta er á TikTok, þetta er á Reddit, þetta er á Facebook. Hver þetta hefur er, ekki verið í flamboyant outfits með high Ég veit energy? ekki. Ég held að... En bara, og röddina hans apparently á að vera lík Freddie Mercury. Nei. Hún er það ekki. Freddie Mercury var miklu betri. Ég bara, Shit, þú getur ekki... Það er ekki hægt að nefna eina persónu sem finnst Benson Boone góður, sko. ég get ekki Þetta nefn, er eins og að kaupa Nintendo Switch frá Temu og segja bara eitthvað, ég fekk Nintendo Switch. án jokes. Þetta er bara nákvæmlega. Ekki einu sinni, kaupa Game Boy frá Þetta er Temu nákvæmlega eins og Nintendo Switch. Nei, sko líka bara stráka Beautiful Things-lagið. Ég hata það með allri minni tilveru. Sko, Ég hata það. differenceið er að ég geti farið í Mongóliu, fundið einhver helli og fundið einhver munk og hann byrja að syngja Bohemian Rhapsody, hann geti sungið með mér. Ég get ekki gert það með Benson Boone lagi, sko. Nei, ég bara, þetta er hræðilegt. Vá, góðu punktur. Þú veist. Nákvæmlega. Nei, sko, Benson, þetta er bara ég þoli ekki hvernig hann, Freddie Mercury ég veit ekki af hverju hann fer svona í taugar hafði ógeðslega mikla stjórn á röddinu sínu og gat sungið þessa háutóna mjög ljúft. Benson Boone er alltaf að Hann er alltaf reyna, öskrandi. hann er öskra alltaf og er að reyna mjög mikið alltaf á röddinu. Ég veit ekki, ég er bara Benson Boone heitur. Ég er bara sjokka að Já, heyra þetta. nei, sko, Freddie Mercury var með svona, þú veist, það elskuðu hann allir
af því að hann var bara þú veist, hann var bara þannig en Benson búin með svona cocky attitude ég ekki til í að vera fan af því sko Nei, I am there sko ég meina, ég veit ekkert Benson Boone Nei. Þetta eins og kompera Love Island og þú veist Godfather. Nei, bara af því ég elska Queen örugglega önnur uppáhaldsljóðsveitin mín ever nei, ok, þriðja kannski, ég Metallica og Nirvana fyrst en svo Queen örugglega bara, þetta var eins og að heyra bara, ég veit ekki, það var eins og að vera að segja eitthvað slæmt um mig, sko Ég er að segja það, sko bara, shit, sko já, höldum fram við heitum alltaf mikil tími í þetta, sko Nei, ég bara, af því ég heyrði því bara að kompera sem við Freddie Mercury, ég var brjálaður, sko frequently compared to Freddie Mercury sko, þetta, sko. Shit. Ég ætla að segja að gaggrínendur séu mjög ómennir Já, bara fólk, mér finnst fólk alltaf vera að gaggrina allt vittlust og Já. mér finnst að maður eigi ekki vera að taka það mikið mark á gaggrínendum af því að það er allt bara persónuleg skoðun, sko, Það er rétt. at the end of the day eru við að vera gagnrýnendur núna í þessum þætti að því við erum að segja svona persónulega af einhver tegundu Að einhverju leyti, gaggrínendum, sko, já að því við erum svona að segja en við erum samt okkar bara að segja okkar personal opinion Já, við Ertu erum- að meina svona ég er að professional tala um critics? professional Já. gaggrínendur sem allir taka of mikið mark á eins og hvað, ég er Ertu að meina, fucking þú að koma fjöllum einhver, sko okay, einhver kannski er að horfa á myndið eitthvað searchar upp bara eitthvað, oh my god, ég þarf að sjá hvað hann er með á IMDb Já, hún með kannski 6 eitthvað, bara eitthvað, ég er ekki að fara að horfa á einhver mynd sem er 6 eitthvað á IMDb já, og er kannski bara einhver besta ein uppáhaldsmyndi mín ever er Robin Hood Já. með Russell Crowe Já. Hún fær 6,8. hún fær 6 eitthvað á IMDb Crazy, sko. Nei, ein uppáhaldsmyndi mín er The Voyage of the Unicorn hún er geggjuð, Já, hún er bara með fáránlega litla einhvern á IMDb það er svona klassik Einu uppáhaldsmyndi mín er John Wick 4. Hún fær 7, Já, eitthvað, sko. Þannig að já, kritikar eru ekkert, þú veist, þeir eru ekkert bara með heilar skoðanir nei, Þú veist. já Líka bara, þetta er alveg eins og á við í svona söngkeppnum, skilurðu að dómararnir eru bara með fasta skoðun, skilurðu en mér finnst mjög mikilvægt að hugsa kritikli það sem maður Definitely, skilurðu, en það Er- þurfi ekki allir að vera sammála ég bara að segja að já, ekki maður þarf ekki að hlusta svona mikið á gagnrýnendur alltaf I am very, very Til þess að sammála ég er að segja, basically það sem ég er að segja er að móta sína eigin skoðun Mér finnst þetta ætti ekki að vera profession. Sammála, mér finnst það mjög góð punktur sko. já, ég veit ekki hvað mér finnst það ég þarf að hugsa meira um það I'll get back to you Get back to you later Það sem mér finnst ómetið, og ég veit að mjög margir munu ekki fíla mig fyrir þetta. Úff. ég hata kúk í klósetti Ok Mér finnst Harry Potter ómetið. ég samla Býta aðeins, lóð mér að taka djúpan andátt Ég er ekki að segja að Harry Potter sé ass. ég er að segja það Mér finnst Harry Potter vera mjög fína myndir. Mér finnst ekki rosalega gaman að lesa þér. Bækurnar eru betri því miður af því að þetta voru myndir, Þú nei, veist. ég nefnilega held að bækuna séu ömulegar Hefur lesað þær? Ég hef Þær eru lesið geggjaðar. Ég hef lesið sem Harry Potter bækur. Ok, Og mér finnst þær ekki vera rosalega skemmtilegar. mér finnst það æðislegar Ég held að contenti getur verið fínt. En ég held að svo eitt pointi sem ég gerði á hann sem ég finnst vanmetið er að maður getur deep dive inn í stöf. Þegar maður deep dive inn í lórið að Harry Potter og worldbuildingið, þá er það frekar svona lúsi-gúsi, sko. Heyrðu sko, ok sko. Stórið, vinnunir, sko, Ok. Voldemort er alveg fínn vilun, Horcrux er eitt svalasta shit sem ég þarf ekki að gert. segja þetta ok, reyndar, Horcrux er fucking svalt En mér finnst sumi karakter eru fínir eins er og það ekki sitt sem hann skiptir sálinu Jú, sinni hann eða skiptir eitthvað? sálinni Já, sinni. það er cool, sko. Mér finnst Dumbledore vera frekar cool. Mér Hann er finnst fucking cool, mér finnst sko. Hagrid vera frekar Hann er cool. geggjaður. En sko, myndina eru alveg fínar. Ég fíla myndinar. myndirnar bara, þær eru mjög góða Já, myndinar Það eru eru mjög góðar. fucking góðar, vel leiknar, góðu leikrar ég ætla ekki að segja að myndirnar og tónlistin að þetta sé lélægt það Tónlistin er geggjað, geggjuð. sko. Mér finnst þetta vera ofmetið út af fólkinu sem er fans af Harry Potter. Já, sko, ok, sko, mér finnst Þú veist, ekki alveg bara út af því, heldur líka af því að mér finnst margt þetta að vera frekar ofmetið. Sko, fan theories Harry Potter, mér finnst mjög gaman að deep dive í þær en ok, þetta er náttúrulega ógeðslega ómetið af því að þú veist, við ok, fólk sem er jakkamælt og ég og aðeins eldra, við erum náttúrulega alin upp á þessum tíma þetta var svo ógeðslega nýtt virkilega, sko. þetta var svo nýtt, þetta var svo mind-blowing concept að fólk ólst upp við þetta var náttúrulega bara miklu meira hjút sem þetta átt að vera en þú veist, ég
elskaði alltaf Harry Ég Potter er og bækurnar og hvað þetta myndirnar varð hjút sko Það er alveg good point sko en þú veist, má tala um höfundin þegar eitthvað fer svona fast inn í culture inn í bara culture, everyday culture hjá fólki þá er náttúrulega mjög erfitt að taka það út sko. Ætli þetta sé ekki pínu svona svipað á Star Wars að þetta hafi bara blowað up way too large Sama impact, en þú veist, ég held að maður sko það er mjög erfitt að byggja nýtt stoff úr Harry Potter Það er reyndar alveg rétt Mín skoðun er bara að ég interakt ekki við þetta því að J.K. Rowling Nei, má tala um höfundina Já, auðvitað. okay. Já, Sko, áður en að hún var fucking þöngulhaus þá hafði ég bara elska bækurnar, elska myndirnar og mér fannst það geggjað og eitthvað en svo þegar hún kom út með sínar ógeðslegu skoðanir þá bara, ég er búin að missa respekt fyrir henni bara algjört, bara alveg eins og ég segi, ég get ekki interakt á þetta lengur út af Nei. J.K. Rowling Þú veist, og það ég er bara bara, skoðunum mín Þú veist, mér finnst karakterinir, mér finnst magicið, mér finnst Hogwarts, mér finnst alltaf whimsy úrsmyndum vera alveg mjög cool Já. og bara mjög vel gert af því að náttúrulega myndinar náðu að þú veist, captura það svo vel Já, en mér finnst bækun að vera mér finnst að vera frekar boring ok og mér finnst worldbuildingið vera frekar loosey-goosey Ég reyndar hata hvað hún er stereotypical Ég þólið það ekki Já, nöfnin Ég hata það, þetta er fucking J.K. Rowling skrítið með hvernig Nei, en þú veist, ég var í alvörunni Ég var byggjast Harry Potter fan í heiminum Ég keipti svo Já. mikið af Harry Potter stóti þú veist, það er bara ekki lengur Í alvörunni, ég horfi bara Harry Potter á Ég meina DFT-inu sem ég á Svo þetta hún- hlýtur að sökka sko Þetta er ömurlegt en þú veist, casting í þessum myndum var crazy gott sko. það er líka ekki eins og segi, J.K. myndin Rowling er alltaf ógeðslega gott sko. En það er það fólkinu kind of að þakka sem er leikur það og Já, prodúsaði já. myndirnar skiljur þú veist, J.K. Rowling, hún má bara fokka sér með alla sína skoðanir en ég fíla samt, mér finnst þau hafa leikið þetta vel og allt það skiljur en já, Ég það er bara, sad world þegar comes down to að gera ákvörðun á milli að elska transfólk eða elska Harry Potter þá ég ætla að elska transfólk transfólk bara, Þú þú veist, af því það er partur af world population nákvæmlega þú veist, þetta er bara svo þú veist, ég var svo sár þegar hún kom út með þessa skoðanir þannig ég bara, ég respekta söguna af því að ég ólst upp við henni en ég bara Þetta er eins og því respekta ekki J.K. Rowling at all þetta er eins og því heyrði að Tarantino er geðveikt mikill síónisti og elskar Ísrael bara, fuck Fuck me him. sko. elskar allt sem Ísrael að gera Já, bless þú veist, ég get ekki hort Tarantino Nei, bara bless, sorry. ég elska Tarantino myndir svo mikið fucking en ég get ekki lengur hort á Tarantino myndir Nei. af því að hann er fucking nasty hann er líka nákvæmlega svo, þú veist, það er svo skrítið af því að myndin eru ekkert eins Já, og þú hann veist, gerir what the sér fuck? Inglourious Bastards Django og Django Ertu að grínast? Þú veist, what the fuck það er bara sko. þræl sem er að drepa fullt af hvítum þrælahöldunum alla myndina Það er, veist, og líka Inglourious Bastards með fucking nazis Já, Fuck. ertu að grínast í mér? Hann gerði myndum að fucking drepa nasista og hann elskar fucking allt sem Ísrael er að gera Jóhanna mín hann gerði mynd stoffi sem hann elskar eða þú veist, gerði mynd Það er sem reyndar- hatar allt stoffi sem hann er að elska það er Hungurinn mér svo- fer bara upp í maður á mér og ég, þú veist, bara, Nei, sko, ég þú bara, veist já Já, þetta er svo it's a tough situation Ég þegar bara- eitthvað sem þetta er að maður óþolandi. Nei, þú veist, ég byrjaði að elska Harry Potter þegar ég var í 7. bekk og Já. þetta var bara í alvörinni þetta var kind of bara 1/4 af my personality í mörg Þetta ár Já, þetta bara er náttúrulega mjög innbyggt í millennial, sko, fólki Þú veist, ok, þið fattir hvað ég meina ég fatt alveg af hverju fólk elskar þessar myndir af því það eru mjög lovable þessar myndir sko eins og segi það fór mér mikið love og kraftmannship í þessar myndir Frábæri það eru leikarar líka. þúsundir af fólki sem var að vinna við þessar myndir og þú veist, náttúrulega er mjög mikið list og allt svona sem fór í þessar myndir, sko já, þú veist Við erum að tala um Maggie Smith og Alrik hann skilur halló fáránlegt casting og Geggjað casting. Hver er Maggie Smith það þér? hún er Er hérna ekki McGonagall já. Hún er frábær leikona McGonagall í Wrinkly Bitch. Frábær leikona, guð mig góð hún var geggjuð klikkuð VFX fyrir þetta tímabil já, en bara shit Ég man sko. eftir því að við fórum eitthvað Harry Potter mynd í við bíó fórum að og Harry eitthvað. Potter 7 part 2 fokk maður Já, fórum að part 2, Já. já og það, já, by the way, það var það vinsælt að það var ekki eins og á pósternum það stóð ekki Harry Potter, það var bara mynd að Harry, Ron og Hermione og stóð bara It All Ends Já, Ó, það er enda, það er bara- svaðalegt það var óra vinsælt, sko. já. Það er óra sko. já, já. já, Óra það er, hvað er Óra En hún, Óra Maxing Ég fíla að þær verða minna warm og tone changeið frá Já, ég fíla það líka. er nefnilega frekar cool, sko í það er poetic seinustu sko myndinni, það er mjög það er mjög poetic cool, sko Storyið í Harry Potter og allt í kringum Harry Potter myndinar er peak
en mér finnst bækurna boring og Fantastic Beasts myndirnar eru ekki Það er rosalega góðar. sökka, það er absolutely sökka. Ég Það er hata Fantastic Beasts. minn mesta græpi mitt við Harry Potter, af hverju mér finnst það overrated, er af því að maður getur ekki gert meira með það heldur en Harry Potter myndirnar að gera með það. Ok, you have a point, þetta er kannski bara rétt hjá, kannski er þetta bara ofmetið. Nei, eins og ég segi bara eins og með Tarantino, að því að hann er svona, þá skiptir ekki máli hvað mér finnst, að því að ég ætla ekki interakta við þetta því að hann er ógeðslegur. Nákvæmlega. Mér langar ekki að taka neitt frá fólkinu sem elskar Harry Potter myndirnar, af því að það eru mjög góðar myndir, mjög lovable myndir, en þú veist, maður getur ekki gert neitt mikið meira með Harry Potter universeið. Eins og þú veist, þetta eru wizards sem geta teleportað allstaðar og þeir nota world's slowest birds til þess að delivera mail. Já, hvað, uglur. Heyrðu, við þrjú, við gætum jappað bara í marga klukkutíma, en við skulum fara að segja þennan þátt. Takk hérlega allir sem hefur hlust í dag og bara allir sem eru að hlusta á Apple Podcast og Spotify og alls vonandi áttu góða verslunarmannahelgi og bara Já, vonandi var gaman helgina maður. Við vorum ekki að jamma. Nei, það kemur í ljós. Nei, ég er að fara að tína flöskur á morgun sko. Ég er bara að tína flöskur og hann ætla ekki flöskutalningavél á Blönduósi, við þurfum að tína þetta manually. Maður þarf að flokka flöskunar sjálfur sko. Jú, telja. Eitt sem ég langar að segja sé underrated er hann að Dómus fasteignarsala. Já, heyrðu, góðu þessi maður. Farið bara inn á domus.is í staðinn fyrir að jamma krakkar. Let's go. Já, takk hérlega fyrir hlust í dag og þeir sem hlusta á Apple Podcast og Spotify og öllu svona. Og þið tvö á YouTube. Endilega skilja eftir review og stjörnur og allt svona, það hjálpar okkur mjög mikið. Já, og takk fyrir þeir sem eru búin að því. Við bara, we love you. Þeir að hjálpa okkur mjög mikið að komast meira framfæri. Já, we love our loyal fans. Hell yeah. Bara On jokes. Þið eruð að hjálpa okkur að komast að framfæri og við erum að elska Ég meina, það er ástæðan okkur höldum að gera þetta. Það er bókstaflega ástæðan, annars myndum við ekkert gera þetta nema að væri fyrir ykkur, bestu okkar. Þannig við sem bara takk í dag, eigið æðislega viku og æðislegan dag og við sjáumst að viku liðinni, heyrumst í eyrunum ykkar að viku liðinni. Okay, bye!